og þegar það voru töluvert mörg tungumál sem kláruðist og innan 2 tíma. Og þannig að það var svona frá klukkutíma og 3 korter og yfir í 2 tíma og korter. Þannig að allir ég verði ekki svona einhvers staðar á því róli og með hléinu kannski 2 tíma og korter. En ég held okkur sé svo sem ekkert af vanbúnaði að halda upp á. Það bætist bara hérna í hópinn eftir því sem að framvindur. En við skulum bara halda á við þeirra Benedikts, Leó og Eitils. Og ég býð ykkur með mér í för. Þegar hátíð fer í hönd, búa menn sig undir hana hver á sína vísu. Það getur gerst á margar máta. Benedikt hafði sinn haft á því sem öðru. Hann var sá að í byrjun jólaföstu, helst á sjálfan aðventu sunnudag, ef veður leyfði, lagði hann upp með ríflegt nesti, sokkaplögg til skiptana, 2 eða 3 nýgerða leðurskó, prímus, oljubrúsa, glasa vínanda í mal sínum. Ferðinni heitið á fjarlægar fjallaslóðir þar sem þetta leyti árs var ekki annað kveikt á ferli en harðgerðir ránfuglar, refir og einstöku eftirlegu kindur sem leitarmönnum hafði sést yfir í síðustu göngu og nú ráfuðu milli snapanna í reiðuleysi. Það voru þessar flökku kindur sem hann var á höttunum eftir. Þær skyldu ógjarna krokna eða horfalla á heiðum uppi af þeirri einni ástæðu að enginn nennti eða treysti sér til að leita þeirra og bjarga þeim til byggða. Einnig þetta voru lífverur, skepnur getar holdi og blóði og það hafði æxlast svo að hann bar eins konar ábyrgð á þeim. Það sem fyrir honum vakti var einfaldlega að finna þær og koma þeim heilu og höldnu undir þak áður en hátíðin mikla færðist yfir frónið kalda og kringlu heims og fyllti friði og velþóknun hugi þeirra manna sem hafa ekki legið á liði sínu en lagt sig alla fram. Á þessum aðventugöngum sínum var Benedikt ávallt einn síns liðs, eða hvað. Mannafylgd hafði hann að minnstakosti enga. En í för með honum var þó alla jafnan hundurinn hans og oftar en hitt einnig forystusauðurinn. Þegar þessi saga gerðist hét hundurinn Leó og var að því að Benedikt sagði mesti myndar páfi. Sauðurinn hafði sökum harðfengi sinnar hlotið nafnið Eitil. Þessir 3 höfðu árabil verið óaðskiljanlegir þegar var að ræða leiðangra af slíku tagi og þekktu nú orðið hver annan út í æsar með þeim djúpræta kunnugleik sem líklega tekst aðeins milli fjarskyldra dýrategunda. Þar sem engin skuggi af eigin sjálfsveru, eigin blóði, eigin óskum eða fýstnum villir né veldur myrkvun. Raunar voru félagarnir 4 að tölu. En gæðingurinn faxi var ofleggja langur og skrokkþungur til að vaða lausamjöllina, sem einkum framan af vetri hættir til að hlaðast í skafla og auk þess naumast færum að standast vos og erfiðir dögum saman við þann skorna skammt sem hinir 3 gátu komist af með. Benedikt og Leó höfðu skilist við hann með sorg og söknuði, þótt varla væru meira en viku að ræða. Eitil tók hlutskipta því tagi sem öðru með meira jafnaðar geði. Þarna var nú þessi þrenning á ferli fannhvítan vetrardaginn, fremstur Leó með tungubrotin lafandi, listilega út úr hægra kjaftikinu þrátt fyrir nepjuna, næstur honum Eitil, hólindur að vanda, aftastur Benedikt með skíðun í eftirdragi. Snjólegið hér í byggðum niðri var of létt og laust í sér til að bera upp í skíðana. Hann átti ekki annars úrkosti en vaða mjöllina, annað veifið hnaut hann yfir þúfur eða steina, og svei, þvælingsófærð og tarna. Eina huggunina hefði getað verið verra. Leó hafði mörg að sinna, svo sem hunda háttur lék á allsoddi, aðra stundina réð hann sér ekki fyrir kæti, gat ekki að sér gert að gefa gleði sinni lausan tauminn, tók undir sig stökk svo mjöllin þyrlaðist hann og framan í Benedikt flaðraði upp hann, heimtaði hrós og gælur. Já, þú ert mesti myndar páfi, fullvissaði Benedikt hann lofsamlega orð átt hann ekki til í eigu sinni. Þeir voru lagðir af stað fyrsta spölinn inn að botni, bænum þar sem byggðina þrýtur og fjöllin taka við, höfðu daginn framundan og fóru sér að engu ótt, röktu troðningana bæja í milli
Stöldruðu við, heilsuðu upp á fólk og hunda. En Benedikt afþakkaði með virtum kaffibolla. Ekki núna, vildi ógjarna verða á seint fyrir, en þá í staðinn mjólkursopa og þeir allir þrír. Æ ofan í æ var Benedikt að svara spurningum veðurútlitið. Fólk spurði bara, varaðist hnýsni og hrakspár, en hverjum og einum frjálst að spyrja. Fyrir koma menn bættu við eftir á hvað ég vildi sagt hafa, Leó áreiðanlega ratvís, það bót í máli, þótt aldrei nema skyggi og skella á bylur. Menn sögðu þetta í gamni og lyftu vart sjónum frá jörðu og voru síður en svo að glápa á skýjafarið, þrútið og þungbúið. Það mætti segja mér hann rataði rakkinn sá arna. Ratvísir erum við allir þrír, lét Benedikt sér munn fara, léttur í svörum og lauk úr mjólkurskálunni, ástarþakkir. Að þér og illu ólastuðu myndi ég nú treysta Leó best, sagði bóndi og skrapp sem snöggvast inn, sótti góðbita handa Seppa að glefsa í. Benedikt gat þess ekki að Leó væri mesti myndarpáfi, en kinkaði til hans kolli, hann skyldi hafa sína hentisemi. Eitli var hyglað húfufylli af ilmandi tölu, að svo búnu kvaddi Benedikt og þrenningi hélt leiðar sinni. Farið til kirkju daginn hafði Benedikt ekki, til þess vannst ekki tími. Ætti hann að ná í náttstað nokkurn veginn tæka tíð og geta fengið fulla hvíld áður en lagt af stað eldsnemma þann óraveg sem beið hans á morgni varð að taka daginn tímanlega. Að hann fór sér hægt og rólega fyrsta daginn var einkum vegna Eitils. Ekki þar fyrir, Eitil var ótrauður og var nafnsitt með rentu hvað sem á gekk. Því meiri nauðsyn bar til að láta hann ekki ofræna sig í upphafi langferðar. Benedikt átti því óhægt að taka á sig krókinn til kirkjunar, enda þetta ról hans á aðventusunnudag inn eftir sveitinni á við kirkjugöngu. Þar á ofan hafði hann áður en hann lagði af stað, tylt sér á rúmbríkina og litið yfir texta dagsins, Mattheus 21 innreið Jesú í Jerúsalem. En klukknarhljómur, sálmasöngin í litlu torfkirkjunni og hina einföldu túlkun gamla prestsins á guðspjallinu var hann að gera sér í huga lund, enda engin frágangssök. Hérna var hann nú á gangi í snjó, hvítt til allra átta svo langt sem augað eygði. Grámullulegur vetrarhiminn hið efra, ísinn á stöðuvatninu miðsveitis hélaður eða þakinn léttu snjólagi. Það voru aðeins lágu eldgigarnir að gæfðust upp úr því hér og þar sem drógu af stakri snilld fáeina svarta hringi, misstóra, eins konar tákmyndir í takmarkalausri snjóuðninni, væri dulspá að ræða. Hvað boðaði hún? Ráðningin myndi vandfundin, hver veit nema þessir gígmunnar segðu eitthvað í þessa átt. Látum allt fenna og frjósa, látum vatn og steinefni storkna, loftið kólna og sáldrast niður í hvítum hnoðrum breiðast yfir foldina sem brúðar lím, að ekki sé sagt náblæja. Látum andardráttinn verða ís í vitum þér, vonina í brjósti þér, blóðið í æðum þér, undir niðri lifir eldur falinn. Vel mætti vera þeir segðu eitthvað því líkt, en var þá ráðning gátunnar fundin. Enda vel til að þeir segðu eitthvað allt annað. Að þessum dökku hringum undanteknum var að minnstakosti allt hvítt eða grómgrátt, einkum stöðuvagnið, glithvítur flötur, hrufulaus eins og dansgólf milli gígana. Hverjum var það að bjóða að fá sér snúning? Og sem hún væri alin af þessari ofurbirtu með hinum dökku baugum gígana og einstöku hröngdrangi gnæfði líkastur nátttröll upp úr auðninni hér og þar, var yfir fjallasveitinni þennan sunnudag sérstök hátíð, hneit manni við hjarta. Ómælanleg hvít helgi umlukti þráðbeinan hvíldardagsreik strókana steig upp af hinum dreifðu bílum, lágreistum eða fentum að hálfu í kaf. Kyrrð með öllu óskiljanleg og þunguð fyrirheitum. Aðventa. Aðventa. Benedikt tók sér í orðið í munn af stakri varfærni. Þetta mikla hljóðláta orð, furðulega annarlegt og þó leið innfjáll. Sennilega það orð snarkan dýpra en öll önnur. Hverju það bjó yfir var honum að vísu alls ekki ljóst, nema að það fól í sér að einhvers væri vant en eftirvænting á næsta leyti. Undirbúningur einhvers betra, það fór ekki á milli mála.
Eftir því sem árin færðust yfir hann, var sem allt hans líf væri orðin ein aðventa. Því hvað var líf hans rétt á litið, hvað var líf mannsins á jörðinni, ef ekki ófullkomin þjónusta, sem helgaðist að bið eftir einhverju betra, eftirvænting, undirbúningi, fyrir ákvörðun að láta gott af sér leiða. Þá voru þeir komnir að einum bænum enn, þar sem rúmhelgin tók á móti þeim af venjulegri innansveitar alúð, en kaffi ástar þekkir ekki núna, þeim lá sem sig ofurlítið á. Daginn var tekið að stytta, en það var samúð þegið. Bóndi gáði til veðurs og dró ekki dul á það, leist sannast sagna ekki sem besta útlitið. En veðrinu verður maður að taka eins og Guð gefur það, eða sú var skoðun Benedikts. Bóndi vildi þá fyrir sitt leyti óska þess að hann skilli á áður en náttaði. Slíkt hjal var Benedikt síður en svo að skapi. Þú segir það? Sagði Jónum. Jæja, vertu blessaður og sæll. Nokkurt gagn í þessum förumlautu þínum, spurði bóndi. Og þótti miður að sjá á bak manni sem hann kannski sæi síðasta sinn leist bölvanlega á þetta ferðaslangur hans. Hafði haft erfiðar draumfarir. Hann á sér að frá þessum þremur stafaði rauna blæ. Það beið þeirra eitthvað andstætt framundan á næstunni ef ekki annað verra. Sauðurinn þér gengungu til trafala? Getur þú treyst á þá, hann og kvittan? Það hefði ég haldið, hann sagði Benedikt. Við höfum komist í hann krappan áður allir þrír. Þannig má enginn tala á örlaga stund. Að storka sjálfum höfuðskepnunum oflátumsháttur og kann að hefna sín. Bónda var orðfall og láðist að hefta för þeirra. Þarna arkaði þrenningin leiðar sinnar. Eftir var efablandinn maður harðóánægður með það og sjálfan sig og alla hluti á himni og jörðu. Tugði tölu sína og sá þá fjarlægjast. Fólk af þessu tagi var honum ráðgáta. Að leggja jafnvel líftórurnar í sölurnar til þess eins að bjarga fáeinum flökkukindum, sinn úr hverri áttinni. Sjálfur á Benedikt aðeins fáar kindur og vantar enga. Benedikt fyrir sína parta var jafn óglöggur á hinn forsjála bónda, en hvað sem því leið hélt þrenningin í áttina. Dagurinn var með ágætum, engum skyldi takast að spilla honum, fyrirtaks ferðadagur og með eindæmum hátíðlegur. Það var á þessum degi fyrir árum og öldum að Jesús Kristur hélt innreið sín í Jerúsalemborg. Væri vitneskjan það manni efst í huga var engin vandi að finna fyrir því. Dagurinn hafði varðveitt svipað því úr forneskju framan. Benedikt stóð atburðurinn ljóslifandi fyrir hugskot sjónum, Guðsson reið inn í hennar dýrðlegu sólglitrandi borg. Benedikt hafði séð mynd af henni í Nýja testamentinu með múrum hennar úr skrauthísum og Jesúm ríðandi á asna sínum. Greinar þær sem fólkið skar af trjánum og kastaði fyrir fætur asnanum voru í lögun líkastar frostrósum á rúðu, en Benedikt vissi að þær voru ekki hvítar, þær voru grænar, með sjálfa sólarorkuna geymda í hálum gljáandi blöðum. Og í samreið svipan ómöðu orð ritningarinnar að heita má heyranlegu utan úr geimnum eins og bylgjur ljósvakans hefði geymt þau og þyrfti ekki annað en leggja við hlustir. Sjá konungur þinn kemur til þín hógvær og ríðandi á ösnu fóla hafkvæmi áburðargreips. Hógvær, vitanlega. Benedikt skildi það út í æsar. Hvernig gat Guðssonur verið annað? Og ríðandi á fólanda áburðargreips? Því ekkert lifandi né dautt of lítilmátlegt til þjónustunar. Svo aumur enginn að hann helgist ekki af þjónustunni. Eða mikill. Jafnvel sjálfur sonur Guðs, aðeins af þjónustunni. Og Benedikt finnst í sömu svipan að hann kannist við þennan litla asnafóla og viti gerðla hversu honum og hvernig Guðssyni hafi verið innan brjóst á þeirri heilugu stund. Og leið sá hann glögglega fyrir sér fólkið breiða spariföt sín á veginn og aðra heyrði hann spyrja, hver hann þessi? Já, svo sannarlega, hver hann þessi? Því að þeir þekktu ekki Guðs heilagan son. Hefði þeim þó verið ætlandi að bera kennsl á hann. Yfir dýpt einfaldleik hans á ásjónu hans ljómaði bros sem aðeins brá á angurværum skugga vegna þess að þeir vissi ekki betur, að augu þeirra skyldu vera svo glýjuð, spegill hjartna þeirra svo döggvaður. Og þetta dapurlega bros leið fyrir hugarsjónir Benedikts hitnaði honum í hamsi. Hversu blindir hlytu þeir að hafa verið að standa augliti til auglitis við frelsarann og kannast ekki við hann? Hann sjálfur myndi hafa þekkt hann á augabragði. En það var Benedikt ekki neinum vafa.
Tafarlaust myndi hann hafa gengið honum á hönd og hjálpað honum að reka hrakmennin og svikarhappan út úr helgidómnum og velta koll borðum víxlarann og dúfnamangarana. Við þá tilhugsun losar Benedikt skinnhúfuna, þurrkar sér ennið. Það var ekki gangan sem hleypt út á honum svitanum. Það voru hinnar herskáu hugsanir og þáttakans í hreinsum mustlerisins. Hann maður með eindæmum friðsamur að eðlisfari, hefur aldrei hvarflað að honum, að minnsta kosti ekki síðan hann komst til vits og ára, að beita aðra menn ofbeldi á neinu tagi. En orð frelsarans, hús mitt á að vera bænahús, en þið gerið það að ræmingja bæli. Vöktu með honum ákafa og andúð og gremju. Að hugsa sér ef bannsettur braskarinn í víkinni tæki sig til og sett upp útibú í gömlu torkirkjunni þeirra. Þá hlyti friðurinn að vera úti. Og með þessi orð frelsarans fyrir eyrum sér fann hann sig reiðubúinn til hvers sem vera skyldi undir forystu himna herrans. Dúfnamangararnir ekki, braskarar yfirleitt. Hann ætti svo sem að kannast við þá, best að hugsa sem allra minnst þá og aftur þurrkaði hann sér ennið. Því kaupa hérna sem hann þekkti á raun, þóttir væru viðsjálir og víxlsporin ófá, kæmi vonandi aldrei til þess að hann þyrfti að beita þá hnúum og hnélum. Óljúfari tilhugsun gat hann vart ímyndað sér. Þarna arkaði Benedikt sem sagt leiðar sinnar, unað semdir og erfileikar sóttu til skiptis á. Í huga hans og meðan grá dagskíman smásaman sortnaði í kringum hann. Og fullt tungl kviknaði að baki skýjaróðans sem össjaldan opnaði rifur svo að blika því barði bleikan kvöldinu. Háar hugmyndir sjálfan sig gerði Benedikt sér ekki. Hvernig hefði hann líka átt að gera það? Til að sjá var hann, nú dagurinn sem óðast fjarað út, aðeins óskýr skuggi á flöktum foldina. Og vafasamt hvort hugmyndir hans sjálfan sig væri ekki jafnvel ennþá ógreinilegri og máðari. Hann var vinnumaður á bóndabæ og hafði verið frá unga aldri. Það var allt á sumt. Eða nánar var aðgætt vinnumaður mestan hluta ársins, annars hálfgildings húsmaður. Það var í einu öllu eitthvað hálfgildings og lítilnotlegt við hann. Hálf góður, hálf slæmur, að hálfu maður, að hálfu skepna. Þannig var það og ekki öðruvísi ef satt skyldi segja. Á sumrin vann hann fyrir kaupi hjá bónda en var ársmaður í aðra röndina því á veturna hirti hann því á beitarhúsum gegn fæði og einhverju á fataplöggum. Aðeins stuttan tíma vor og haust, þar á meðal þá daga sem fór í fjallaferðir hans á jólaföstunni, var hann algerlega sinn eigin húsbóndi. Í ofanálag átti hann reyndar útihús, fjárhús, hesthús og hlöð undir hey sem hann sló á leiguengjum á sunnudögum, eldsnemma og eftir messu. Allt á litið var hann þannig í góðu gengi, enda bara óbreyttur alþýðu maður og annarra hjú. Og einskis annars væntir hann í kæri sig að verða, ekki einu sinni í himnaríki, ekki nú orðið. Þeir tímar garð gengnir. Þeir dagar og nætur hann átti sér drauma hamingju og hólífi þessa heims og annars. Garð gengnir og Guði sér lof. Aldrei nema þá hafði honum fundist hann vera ófrjáls. Þegar frá leið hafði honum vist hann nokkru nærri því að vera maður. Víst var hann orðinn maður, það ekki á honum skafið, nema að vera skyldi að einnig það væri fordind og öfugsnúið yfirlæti. Hvað sem því leið, þá var hann kominn á efra aldur, 54 ára, svo það var ósennilegt að hann rataði á fleiri refilstigu hér eftir. 54 ára. Og það var í 27. skiptið að hann lagði upp í slíka ferð. Hann veit það upp á sína 10 fingur. Hefur fylgst með tölunni ár frá ári, 27. skiptið. 27 ára gamall hóf hann þessar göngur sínar 27 sinnum þegar hann arkað hér bæ frá bæ á sveitarenda, oftast nær á sjálfan aðventu sunnudaginn eins og í dag. Ó já, tíminn líður, 27 ár. Svo djúpt var á draumunum þeim, sem enginn vissi nema hann og Guð almáttugur, og öræfin, sem hann háróma hafði trúað fyrir þeim í af sálarangist sinni. Þegar á fyrstu göngunni hafði hann skilið þá eftir þarna upp milli fjallanna. Þar voru þeir tryggilega geymdir, eða skjöplaðist honum það.
Voru þeir á sveimi í fásinni örafanna eins og útlægir andar, vofur sem lifa sínu flöktandi og afskræmda lífi í snjóuðinu og veðruðu grjóti. Voru það þeir sem hann var á höttunum eftir á hverju einasta vetri? Hvort þeir væri ekki enn orðnir örmagna, hvort urðin hefði gleypt þá? Ó nei, óra af því tagi var honum alls fjarri að ala með sér, svo aumlega var sem betur fyrir ekki ástand hana. Nú nálguðust þeir sem óðast næturstað og héldu móður á brattan. Skásneitt upp brekkunni lá upp að hlaðinu í botni, Benedikt, Eitill og Leó. Bæjarhúsin hafa haslað sér völl á víðáttumiklu þrepi með heiðarbrekkur í hálfhring að baki, spölkorn hærra en undirlendið framundan, sem kom sér engar vel, sérstaklega þegar sólin tók völdin á vorin, enda skjólgott í sveifinni. Benedikt varð þreyttur öndu, en aðeins einu sinni var komið að leiðarlokum þennan daginn, sneri sér við, leit yfir farinn veg. Hann hefur tekið annað hornið á Eitli, ylurinn niðri við rótina áberandi. Við hina hlið hans stendur Leó og dinglar rófunni. Þetta var hátíðleg stund, þrenningin kastaði mæðinni. Ekki svo að skilja að Benedikt fyndi himnana opnast yfir höfði sér, en ofurlítillar glöfu gætti, hann stóð ekki upp í einmann á jarðvíki. Var ekki með öllu yfirgefinn, ekki með öllu. Þarna stóð þrenningin og Benedikt leiddi umhverfið augum og átti þarna heima. Svart rökkur seig yfir fjallasveitina dagurinn fjaraði út og tungsljósið gerði hóglega vart við sig að baki skýja sem voru eins og klökur fjöll á reki, klökur fjöll, fullt eins og raunveruleg ásýndum og fölnandi fjallalengurnar úti við sjóndeildarhringinn, fanngráar og vart greinanlegar. Sveitin sýndist flatari en ella á slíku kvöldi, vatnið ísilagt og ísinn snæfið þakið. Og í miðdepli þessarar einstöku ísveraldrar sem var í þann veginn að renna saman við náttmyrkrið sem hluti af hinum rökkvaða afni, stóð þarna mennskur maður, hálfgildingshjú, hálfgildingshúsmaður. Stóð þarna ásamt nánustu vinum sínum sauð og undi og þessi veröld hans og þeirra. Hér á hann heima. Á heima sem snar þáttur af því, af hverju því hann fær náð til og skynjað með hefndi sín og hugboði. Þessi veröld hans. Fullt meðvitað það honum ekki, en grunurinn, að ekki sé sagt vissan, leynist innra með honum. Hann sér þess ekki einu sinni meðvitandi að hann hafi staðnæmst og nyti útsýnarinnar. Vanur að leggja frá botni löngu fyrir dag og vera komin upp á heiði áður en sauðljóst var orðið. Sem hann stóð þarna, gætti nokkurs tómleika innra með honum. Saknaði sem hvorki var hægt að ákvarða né útskýrða kynlegrar sogandi heimþrár. En hvort það var af því að hann var að yfirgefa byggðina, eða af því að í hvert sinn hann skildi við hana, yfirþyrmdi hann svo tilhugsun að innan stundar ætti fyrir honum að liggja að skilja við hana fyrir fullt og allt. Það vissi Benedikt ekki. Því að maðurinn heimakær og tengdur eignum og umhverfi. Sjálfskan eltir hann á röndum út yfir gröf og dauða, kvíðir því að missa lífið. Þetta hið raunverulegasta af öllu raunverulegu, þetta hið fallvaltasta af öllu fallvöldu, þetta hið óendanlegasta af öllu óendanlegu. Kvíðir því að það gangi sér úr greipum, kvíðir einverunni sem skilyrðið fyrir sjálfsveru hans, sem sjálfsvera hans. Kvíðir því að standa uppi á meðbræðra í kringum sig og eftirvill gleymdur af Guði. Ofurlítil bót í máli að verði allt með felldu, verður hann jarðaður hérna. Auðnast tryggt hæli í heimamoldu til eilíðarnóns. Og hinum megin frá væntir maður þess að hafa í tómstundum útsýn yfir sveitina. Annað var hugsanlegt. Og þegar hér komið getur Benedikt ekki að sér gert að hnusa að fáeinum snjókornum, í meðallagi ánægður, fáeinum villuráfandi flygsum svífa hægt til jarðar, en hafað hans áliti ekkert hér að gera, algjörlega ofvikið. Hann hefur til þess ekki viljað við þeim líta. Ánægður með veðurútlitið hann engan veginn. Satt að segja mátti búast við breytingu og ekki til batnaðar. Benedikt þefaði átt til smánans, ójú,
Það var mugga framundan, hef ekki annað verra. Enda Eitill með fádæmum ólundarlegur og sá við sinn viti sína. Leó Eitill hlakkaði af hundslegu áhyggjuleysi, ringaði rófuna, gerði sig heimakominn, naut tilverunar. Það lá við að Benedikt inn í skap að sjá til hans, þessa dæmalausa páfagauks. En svo áttaði hann sig, tók vinalega í eyrað á honum, kjánum þinn. Hins vegar tókst honum ekki að hrista af sér slenið, hvorki himinn né jörð hugnuðust honum sem hann stóð þarna í dvínandi dagsbirtunni og gat ekki lengur sefað sig með því að vaða kafaldið og sækja á brattan. Hann var of veðurglöggur til að geta með öllu bælt váboðan í brjósti sér. Hefur hann átt að sitja heima? Hann fann til þyngdar malpokans, lagði hann frá sér á hestasteinin, sneri sér að bæjardyrunum. En hann þurfti ekki eitthvað í að dyra. Þess myndist hann ekki að hafa þurft í botni, að minnstakosti ekki á aðvendu sunnudagi. Bæjardyrahurðin opnaðist og það var Sigríður sem kom út á hlaðið, húsmóðirinn. Sæl og blessuð, sagði Benedikt, og höndin á honum köld og beinaber laugst sem snöggvast inni varmafingur hennar. Blessaður og velkominn, ansaði húsfreyja, en skotfræðum leið sjónum til skýjabólstrana bráðlátu og breyttum tón, bætti við í uppgerðar gamni. Við vorum nú annars hálft í hvoru farin að vona að þú kæmir ekki. Það ekki því að heilsa, gekti Benedikt henni. Þið ætlið þú vonandi ekki að úthýsa mér. Þetta átti einnig að vera í gamni sagt, en rómurinn kom upp hann. Afhjúpaði það sem honum var ætlað að byrja. Til þess að bæta og því tók hann að skafa snjóinn af fótum sér. Leó hafði notað tækifæri til að heilsa upp á húsmóðurina, minntist annarra gistinátta hér í botni og var nú farin að skjaggræða hundarréttir við heimarakkana. Húsfreyja gekk til Eitils og klóraði honum á bak við eyrað. Hann lét sér það linda en tók því fálega og því brosti hún að. Ég minnist þess varla að hafa sér líkja vel á honum eitliðinum, en svo fúla nú í dag hef ég sjaldan séð það. Benedikt tautaði fyrir munni sér eitthvað sem ekki var greint. Það veðrið? Spurði Sigríður og eitthvað í fasi hennar reið í bága við glaðaðar raddarinnar. Benedikt stóð álútur, skóf af sér snjóinn, svaraði fáu til, en seinustu orðin heyranleg. Hann nefnilega einn af stóru spámununum. Það ber hann utan á sér, íþætti konan á bænum. Nei, ekki svo að skilja, andaði Benedikt og tók upp þykkjuna fyrir forystusauðinn. Hann það í reynd, alls ekki í eigin ímyndun, en það það sem þú átt við. Í þeim svefum kom Pétur að í hægðum sínum, húsbóndinn, ofurlítið seinni en kona hans eins og venjan var á sunnudaginn fyrsta í aðventu í botni. Og hæla honum elsti sonurinn, Benedikt. Að baki honum gæfðist fram hópur af börnum á ýmsum aldri, en var stuggað inn aftur, formálalaust, skipað að gera svo vel og halda sig innandyra í öðrum eins næðingi. Benedikt kæmi áður en láttum liði. Benedikt heilsaði þeim feðgum með handabandi, leit í augu þeirra leið. Það gerðist með sérstökum hætti. Þannig heilsaði hann ekki öðrum mönnum. Sonurinn einkavinur hans, eftirvill sá eini. Hvernig á því gat staðið að hann hét Benedikt vissi enginn. Það nafn var nýtt, bæði í ætt Sigríðar og Péturs. Eigi heldur var það algengt í þessum landshluta. Hér slóðir voru þeir einir það. Þú munt fyrst af öllu vilja koma í húsaskjól, sagði húsbóndi. Stóð við hliðina á sauðnum altilegur í bragði, en sauðfróður og nærgætinn. Hlífur honum við að þuklan þótt hann dauðlangi til þess. Og hvernig það, ef ég man rétt, þá þykkur hann hvorki vopni þurft en að þú framreiðir það, eigin hendi. Það nú fullmikið sagt, hann sagði Benedikt, eitli sínum til afsökunar. En hann kann sig vel að fjórfætlingi að vera, hlédrægur og hefur auðvitað sínar kenjar. Komdu Eitill minn. Húsfreyja var horfin inn í bæinn að sinna matseld og öðru því áhræði gestkomuna. Út dyrnar lagði ilm af nýsoðnu hangikjöti, kaffi og pönnukökum. Karlmennirnir þrír fóru sér góðslega með sauðinn í bandi, róluðu þeir í hægðum sínum í átt til fjárhús þess, þar sem gestarúm var búið eitli á ári hverju. Og séð svo að hann gat haft vatn, jötu og króarrými út af fyrir sig, án þess að verða fyrir troðningi og þurfa að keppa við dáðminn í náunga og njóta þó hæfilegs félagsskapar.
Vatnið hafði verið borið inn í tæka tíð til að taka því kulið. Nú var jatan fyllt mílósaðri grænni töðu. Eitill dýfði smokkunni hæversklega, svalaði þorstanum, að svo búnu tók hann með gát til matar síns á góðheginu. Pétur leit á hann og af honum á Benedikt. Ykkur finnst veðrið vel fallið til fjallaferða ykkur félóganum? Spurðu Eitill, við Benedikt sér undan svarinu. Sjálfur hef ég ekki meir en mannsvit. Mannsvit dugir flestum, sé aðgætt með höfð, áreiti bóndi, hafði sennilega þegar spurt Eitill og var ekki vafa svarið, spurningi því meira til málamynda. Þar með féll það hjal niður. Þeir lokuðu dyrunum vandlega, sáum að ekki gæti fennt inn milli stafs og hurðar. Gengu í makindum heim á leið í flöktandi tunglsljósi, sem varla var hægt að kalla ljós, var á mörkum þess að mega heita myrkur. Kaldir vindsveipir blöktu með kynlegum hraða og ógnan umhverfist á utan úr dulardimmri nóttu. Menn á gangi í myrkri hverfa furðanlega hver öðrum. Og þó sú einmannakennd í fyllsta máta frábrugðin einveru mann á fjöllum uppi. Þarna niðri í byggðinni hún ekki alger. Maður heyrir aðra raddir en sína eigin. Verður áskynja andardráttar í námunda. Hinn hyldjúpa tómleik utan úr geimnum og neðan úr grunni grjótsins leggur ekki sem ískulda hársræturnar. Logandi kerti beið þeirra í bæjardyrunum. Ljós sem logar yfir engunum að sjálfu sér næstu því eins og einmanna manneskja, efasjúk sál til einskis skapleg, en breytist átakanlega leið og einhver kemur á vettvang. Þegar mennirnir þrír gengu í bæinn varð ljósið á tólgarkertinu allt annað. Hafði fengið starfað stunda hlutverk að rækja. Benedikt þreif mal sinn af hestasteininum og hengdi hann á uglu í bæjarstyrunum. Tráðfullur heipoki stóð þar tilbúinn, hallaðist upp að stoð út í horni. Benedikt tók upp tuggu, hnusaði af henni, lyfti sekknu lítið eitt, var að orði. Já, við hugsa meir kviðin á eitli, en mitt bognalúna bak þegar þið tróðuð í hann þennan. Bóndi hló við, íþætti gestinum ekki, tók kertiskarið tveim fingurum og leið og þeir gengu hjá. Kertaljósið sýnd lík með því að láta það ekki eyðast til einskis gagns. Þá heldur vekja það á ný til þjónandi lífs ef á þarf að halda. Auk þess hefur það sparnað í för með sér. Hefur ekki aðeins að bæta í eldinn. Þeir gengu til baðstofu og hittu þar fyrir konuna og barnahópinn. Fyrir þann Benedikt sem var aðkomandi á heimilinu var settur fram matur á borðvæng undir stafnglugganum. Hangikjöt og rjúkandi upp úr pottinum, brófna jafningur, holl og bragðgóð fæða í kuldatíð, hreinasti jólamatur. Maður skyldi ætla að ég var á leið út í eyðimörkina, spaugaði Benedikt, leit ekki á öræfin sem eitt ógnað land. Var á leið þangað í 27. skiptið. Hann lét þess ekki getið, nefndi ekki með einu orði að þetta væri minningarár, merkisár á sína vísu. En viðkvæðinu skaut upp innra með honum þegar minnst varði. 27. sinn. Og jæja, þegar þú fer frá botni þessa leiðina, vill verða á því þó nokkur töf að þú bragðir nýsóðinn mat, sagði húsfreyja, og var áfram að hann borðaði list sína. Byrðu þig almennilegu upp, bætti hún við. Það hefur verið séð fyrir Leó. Leó leit upp úr baðstofuhorninu þar sem hann hafði hringað sig ekki óáþekkur kuðungi, svartflekkóttur sveppi með gulum blettum þegar nafnið hans var nefnt og dillaði rófunni vinalega framan í þessar stóru verur sem mundu eftir honum þótt hann svæfi og kunni að meta hann. Hringaði sig aftur í skyndi og sofnaði, notaði næðið á meðan það gafst. Gesti og heimamönnum verður skrafdrjúgt stundarkorn. Þá allt í einu barið að dyrum. 3 högg og þá sennilega næturgestur. Enda þótt öllum í nágrenninu sé fullkunnugt að í botni eru aðrir gestir en Benedikt niðurvel séður fyrsta sunnudaginn í aðventu.
Þetta sátu þau orðlaus andartak, litu hvert á annað. Þá stóð Benedikt yngri á fætur og gekk fram að opna. Það munu vera þeir frá Grímsdal hyggjast sæta færi að verða til samferð upp að Sæluhúsinu. Þeir hafa ennþá ekki smalað sauðunum sínum heim frá Engjabotnunum út með Jökulsá. Gat Pétur sér til og gekk fram á hæla sinni. Mér nú nær að halda að eitthvað fleira vaki fyrir þeim en að fá að fylgja með þér að Sæluhúsinu. Þá illa svikin ef þeir ætlast ekki til að þú hjálpir þeim að smala, þú og Leó og Eitill, sagði húsfreyja sorguröm og var meinilla við að menn var að tróða sér inn á fólk, sníkja sér út krafta og góðvild annarra. Hvers vegna gátu þeir ekki látið Benedikt í friði, lofaði hann að rækja eigin erindi án þess að verða fyrir töfum. En þú heldur nú bara þínar eigin götur og sérðum að ljúka því af sem fyrir þér vakir, á meðan þú ennþá átt matarbita í tínunni. Því verður þú að lofa mér, hélt hún áfram og bætti hangikjöti og rófnastöpp á diskinn hans. Þetta hafði verið honum ætlað, hinir yrðu að láta sér nægja það sem umfram kynni að vera í búrinu. En hversu nauðugt sem það var Benedikt að neita nokkrum manni neitt og síst af öllu Sigríði í botni, þessu treysti hann sér ekki til að heita henni. Þekkti sjálfan sig of vel til þess, svo hann þagði þunnu hljóði, hélt áfram að maula hátíðamatinn. Séu þeir orðnir og seinir fyrir, verða þeir að hafa það eins og hvert annað hundspil, hélt húsbróðurinn í áttina. Væri þú að sólunda tími að hjálpa þeim að smala, þá eru þeir dagar orðnir þér að engu. Sólunda og sólunda, hann sagði Benedikt og dró seiminn. Að þaulræða óþægilegan og óhjákvæmilega atvik var honum ekki að skapi. Þurfi einhver að ná fé sínum saman á hættu stund og séu þeir Leó og Eitill og hann sjálfur tiltækir og alls óvíst að það sé hægt án þeirra að vera, verða þeir vitaskuld að hjálpa hverjum og einum sem í nauðum staddur. Eigi að síður varp hann öndu. Ófyrirséðar tálmannir eru aldrei neitt fegins mál. En það sem verður að vera, viljugur skal hver bera. Ekki mun það drýja nestið, trúðu mig til, myndi Sigríður á hann. Hann kannaðist við tregðuna og þráan í honum og að honum aldrei var hnikað þegar til þess kom að láta skynsemina ráða og hlífa sjálfum sér. Ætli ég sé ekki sæmilega byrgur, hann sagði Benedikt borginmannlega. Þú ert þverhaus og annað ekki, sagði Sigríður. En nú voru hinir gestirnir á leiðinni göngin og satt var orðið. Þá voru þeir Hákon í Grímsdal og báðir vinnumenn hans. Þeim virtist ekki koma alveg á óvart að hitta Benedikt fyrir. Sögðu eitthvað í því áttina. Ó já, það þetta leyti sem þú ert vanur að fara inn eftir og leita strembugöngul lúsa. Maður ætti svo sem að muna það. Þetta orðin einar stórhátíðunum. Það að segja hérna í botni og fyrir strembugönglu, sem því annars ekki vöna að henni sé troðum tæra vetralegi. Strembunafnið hafði afréttin inn á milli jökuldragana, hlotið af gamnamönnum, þóttu örðug smöluð og var illa þokkuð. Það mun vera veðurblíða sem hefur freistað ykkar hinna til að leggja upp einmitt í dag, sagði Sigríður meinlega. Nei, heyriði hvað syngur í húsfreyju, sagði Hákon í Grímsdal og hló við. Freistaði fullmikið sagt, nauðbeygt myndi vera nær sanni. Sá sem á fé á fjallabeit og kannski komið langt fram á haust, getur ekki verið allt of hlutvandur eða nærgetur í náungan. Auk þess getum nú létt og lítið undir með honum Benedikt okkar inn eftir á morgun. Hann mun hafa bakkað, bera og burðar frá okkar ærið, ekki satt piltar mínir. Við erum engir örkvissar. Annars býst ég frekar við að fá leið upp eftir hlíðunum og það svo munar. Það ekki ósennilega til getið, íþætti Benedikt hólega. Og jæja, vont veður betra með en móti, ekki síst á fjallaferðum. Í samfylgd með þér, Leó og Eitli, hann sagði ekki þrenningun en auðheyrt að hann hafði orðið í huga. Ætti það ekki að vera borin vonaði rötum á Sæluhúsið og björgum líftúrunni, spaugaði Hákon. Hitt svo annað mál hvernig við fáum bjargað beitarfénu. Ykkur bara vera búnir að sækja sauðina fyrir viku og vel það, skaut Benedikt inn áherslu lítið og ekki neinum ásökunartón, lét þess aðeins getið. Eitt að manni beri, annað hvað hann gerir, bensísæll, kumraði Hákoni. Æjá, allir það ekki, eitt ber, annað ger. Benedikt sinnti honum ekki, lagði við hlustir. Misheyrðist mér, en það var ekki svo vel. Farviðrið buldi þegar á frosnum þekjunum. Slagviðrið öskrandi stórhríð
sem væri herskari af óvættum og þeysi reiði í náttmyrkrinu. Í baðstofu með torfþaki með koldima dimmu í kringum sig litið á veðrið sem lifandi veru þegar slíkar hamfarir heyrast. Veturinn, óskapnaður að vísu en bráðlifandi trylltur af fjöri svo að við jaðrar ærsl og æði kominn heim til sín aftur og ekki að villast að hérna kann hann við sig. Eitli hafði ekki brugðist bógarlistin. Hann hafði að venju vita hvað í vændum var. Benedikt stóð á fætur, snöggur upp á lagið, mál að fara í háttinn. Eftirlegu kindurnar á öræfum uppi, nú myndi þær áreiðanlega finna í kvenna í kaf, sveipast snæfeldi vetrarins áður en honum tækist að finna þær og færa til byggða. Það að sjálfsögðu út í hött að vona að þær hafi vit á að halda sig á hæðum og hágöngum og ólíklegt að veður á sín leyfi það. En þegar hamfarirnar í algleymingi og himinn og jörð renna saman í eitt, það eini björgunar möguleiki. Annars vel til að þær kroknuðu ef það leituðu upp á hæðir og hóla. En nú var eina ráðið að halla sér og vona manni rynni í brjóst, að minnstakosti leggjast fyrir og losna við skraf skilítilla manna. Enginn skildi áhyggjum við annan deila, hver og einn og nóg með eigin armæði. Að lokum var sofið í litlu baðstofun á bænum upp undir heiðardrögunum. Það bar ekki á öðru. En úti fyrir geisaði stormurinn í alveldi sínu og eyðileggingar fögnuði, geisuðu ótaldir stormar út víða veröld, gerðust furðulegir og fáránlegir hlutir. Í þetta hérna var aðeins afkimi kringlu heims. Hér var það í raun réttri ekki nema himinninn sem fór hamförum, svo friðsamlegt var hérna í vatnsbyggðinni. Og annars uxu hér skógir og mosi á steinum við kröpp kjör. Það líf sem fyrir skikkan skaparans breytir grjótinu í gróður mold á ótölulegra aldaskeiði. Grjótinu sem gígarnir hafa spúið úr sér breytir eldinum úr iðrum jarðar í grósku og grænku sem dögg fellur á náttlausuna og hrím á haustnóttum. Það manninum hollt að geta hallað sér og látið sér líða í brjóst endrum og eins. En það var eins og Hákon í Grímsdal kom orðum að því morguninn eftir. Sunnudagsæði boðar mánudagsmæðu. Annað og villera var það varla sagt þann mánudag sem í hönd fór. Í botni voru það börnin ein sem fögnuðu honum, voru í 7. himni, þar Benedikt var nauðugur kostur að setjast kyrrt. Hann tók því með stillingu, var hinn alþýðlegasti skipti deginum milli eitils og ungviðsins. Væri hann ekki út að líta eftir forystusönum, en slíkt kostnaði ærin undirbúning og umstang í öðru eins veðri, sat hann í miðjum krakkahópnum og teldi dýr, teldi fugla, skar út mannamyndir, bjó til ambóð og spýtnarusli, teldi skip með rá og reiða stýri og skutkæmu og meðan sagði þeim sögur, rækti munnmæli, allt sérstaklega vel þegið. Hákon og piltar hans styttu sér stundur með spilamennsku, hrestu sig upp öðru hverju með brennivínsnögg, hvort þau hjartastyrkjandi og sálarheilsubætandi, staðhæfði Hákon. Þeir mættu hafa það eftir sér, hjartastyrkjandi og sálarheilsubætandi. Hjartað var sem sé ekki laust við áhyggjur vegna sauðanna í Jökulsárbotnum. Engar óbærilegar áhyggjur af vísu, vegir örlagana eru sem kunnugt órannsakalegir. En heppnin svíkur sjaldan þar sem hún heimavöð, það þrautreið. Inn á milli leit hann í blöðin og fannst mikið til fréttirnar. Í útlandinu það svei mér fólk en ekki fé sem króknar og kulda, sálast og hrynur niður í hrönnum úr hungri og vesaldómi. Svo öfugsnúin tilveran hinum megin við reginhafið. Það væri sannarlega verkefni fyrir Bensa. Og þetta með svo hungrið og vesaldómi gerist meira sig hásumar í glaða sólskini. Maður skildi ætti að það væri hauga lygi, en hér stendur það svart á hvítu ekki það að villast. Ég að segja eins og mér býr í brjósti, þá marglofa ég skaparann fyrir hana strembugamlu og sveitina okkar. Og mýmörgum sinnum fleira fólk en byggir alla Ísafjörðu að eyjum og útskerum meðtöldum gengur atvinnulaust út í stórlöndunum og drattast með hendur og bólakaf í velrifnum vössum og hefst ekki að. Annars finnst mér það nú ekki sem verst, hafi maður í sig og á. Það getur víst fleiri þegið. Hvað segið þið piltar mínir? Og ekki svo vel að þetta séu tómar lygisögur. Blöðin eru rándýr en engu tjóvar að segja að þau margborgi sig ekki. Engum maður les þau ókeypis.
En ekki dugir að leggjast í leti og ómennsku og útlætt atvinnuleysi. Hingað með ykkur heillirnar, við förum í nokkra hringi. Ertu alltaf jafn ófáanlegur til að vera fjórði maður, Bensi minn? Jæja, þá spilum við áfram 3 við blind. 3 við blind. Því spili hafði Benedikt kynnst í þó nokkur ár, en ekki við fremur valt vængjaborð með mislit spjald milli fingrana. Þannig leið dagurinn sá. Á þriðjudagsmorgun var Benedikt snemma á fótum. Sveljandinn var samur við sig, hressilegur og harðsnúinn, það vantaði ekki. En eitthvað hefði veðrið gengið niður, alveg jafn glórulaust og í gær var það ekki. Auk þess var maður farinn að venjast því. Benedikt stóð þarna í náttmyrkrinu og sneri vöngum sem enn voru varmir eftir svefninn. Í kófáttina, fyrst öðrum, þá hinum. Úrkoma var þetta ekki lengur, ekki ofanfall, aðeins skafrenningur. En gat þar í svo verið nógu erfiður viðuregnar en ekki óhugsandi að hann kynni að lægja þegar lið á daginn. Það væri gott að vera komin á stað og hafa þann spottan að baki. Benedikt flýtti sér inn, vakti þá Grímsdælinga, hvaðst vera úr förum. Ætluðu þeir að verða samferða. Ertu frá þér, maður? Hrópaði Hákon og vatt sér fram úr rúminu. Lagði hlustir við veðrinu, nusaði af því og kjamsaði á því. Ertu með öllum mjalla? Benedikt virti hann ekki svars, bjó sig sem óðast. Hvort Hákon slægist í förinni eða ekki, það þann eiga við sjálfan sig. Tekur þú þá ábyrgðina? Spurði Grímsdalsbóndinn. Á Eitli og Leó og sjálfum mér, ætli það ekki, ansaði Benedikt. Sjaldan flas til fagnaðar, hreytti Hákon úr sér en bjó sig, tautaði ófögur orð, hækkaði róminn. En þótt þú afsegir að taka ábyrgð á okkur hinum, þá þykkur þið væntanlega að piltarnir mínir losið við heipokann. Jæja þá, Pétur minn og Sigríður, bestu þakkir fyrir mig og mína, og við skulum vona að við snúum lifandi heim. Afturgöngur okkar kynna verði ykkur ennþá óvelkomnari. Gleymið ekki spilast okkur piltar mínir. Benedikt dró upp úr poka sínum dálítinn bleðil, breiddaði yfir hrygginn á Eitli, að snjókleprar skyldi ekki setjast í ulluna og þyngja honum gönguna. Grímsdalsbóndinn innti hann eftir hvort hann hefði ekki líka hökul handa páfanum. Benedikt lét blaður hans sem vindum veira þjóta, brásnæðurinn hornin á Eitli. Komdu, kunningi. Eitill var tregur og dró ekki dul á það, og Hákon fór að síðuleit ekki löngu með að hann teldi skepnuna skara fram úr eigandanum vilsmunni. En hér var það Benedikt sem réð ferðinni og nú var lagt af stað. Þegar Eitill skynjaði að hér var alvar á ferðum og aðvaranir hans að vettu í virtar, sýndi hann engan mótþróa lengur. Óðara en hann fann til snærisins hornin, greikkaði hann sporið, hljóp upp á hlið við Benedikt. Gerði sér far að sýna honum að það væri ekki af óþægð eða ótta að hann hefði verið þess ófús að leggja af stað. En mildur í skapi var hann ekki þessa morgunstund. Leó var vissar að gæta sín. Næði vindurinn taki á honum og þeytti honum utan í Eitil eða í veg fyrir hann, fékk Gutti að kenna á hvössu horni. En Leó lét hvorki angarast né espast, var í því sem öðru mestu myndarpáfi, datt ekki í huga glefs á móti, bara fullu ljóst hvað í húfi var. Hinir áttu til að villast á leið í fannferginu, en hann rataði götuna fram. Mennirnir fjórir sem þarna voru á ferli höfðu skafrenningsspilin að heita mátti beint í bakið sem betur fór. Því þegar þeir voru komnir heilu og höldnu á Brekkubrún og öldótt hásléttan tók við, létti það þeim gönguna. Snjórinn hér efra var saman barinn og víðast mannheldur, en klaufurnar á Eitli skröpp í sífeldi niður. Ferðalangarnir höfðu flöskur af heitu kaffi með sér heima frá botni. Nú námu þeir staðar og fengu sér volgan sopa í skjóli af Grettistak. Myrkrið hafði fjarað út úr veröldinni á meðan þeir pældu upp brattan. Nú var það aðalega snækófið sem byrði útsýni við landslægið og það svo gersamlega að engu var líkara en þeir pauðuðust alltaf á sama stað. En ekki dugði að gefa frá sér, fylgi fótur fæti og sé stefnt í rétta átt miðar mönnum alltént fram á við. Og öðru hvoru báru þeir kennsl á malarkamp, stein eða skorning sem sannfærði þá að það hafði ekki borðað leið. Og smásaman dró úr veðurásanum. Þeir fóru að sjá móta fyrir nálægum heiðarbrögum. Þá næstu fjöllum, að vísu ógreinilega, foksnærin undir hinum lágu, hangandi ullarskýjum, slæfði allar markalínur. En földin var þó í þann veginn að fá á sig einhverju lögun, tók að minna á sína venjulegu mynd.
Þarna gengur nú þessir menn þennan skamma dag ásamt hundum sínum og forystusauðnum þrömmuðu í áttina þindarlaust. Meðan því fór fram hafði nóttin horfið þeim í vestri, nú nálgaðist önnur þá úr austri. Dagurinn ekki lengur en svo að þeir gengu hann af sér þarna á fjallaslóðum. Hann var kominn og farinn áður varði, horfinn þeim. Önnur nótt luktist þá, en þeir héldu áfram eins og ekkert væri. Mörg orð fór ekki á milli þeirra, stinningskaldi studdi enn við bakið, en þeir styttu sér stundir með því að raula fyrir munni sér, átt í fórum sínum, eins og hluta af nestinu, vísur og erindi úr rímum, sálmum og kviðlingum sem léttu þeim gönguna. Breyttum brag eftir því sem skapið, viðhorfið og veðrið hagaði sér. Benedikt hafði bögglað saman hendingum sem hann átti einn og sjálfur. Stormur, snjór og heiði há, herðir kálfa og víkir tá. Sá skjól sér ávallt á, aldrei lífið færa sjá. Heima gerð staka, þægilega raula fyrir munni sér, þegar bola feykir orðanum og glæ. Engin ástæða til að láta hana fara fleiri á milli og reynar engin hætta á að nynna fleiri hann úr munni hans. Þær fáu tilraunir sem þeir höfðu gert að skiptast á orðum hefðu þeir eins vel getað látið ófreistað. Vindurinn hrifsaði orðin af vörum þeirra og reið þau í tæklu, þyrlaði þeim út yfir borð og móa, götóttum eftir hinn skörpu skeyti fólksnaðarins. Hákon tók að verða kuldans var, bauð upp á brennivínstár, gekk sér vænan sopa, reyndi að auka áhrifin með henni alkunnu draugavísu. Eltu út úr einum kút, ofan ykkur af mér búna, beinin mín í brennivín bráðlega nangar núna. Nú var nóttin alkomin aftur. Nótt með sparlegum túnskinsblikum að baki, sundurtættra skýja, göngumennirnir aðeins skuggar í dimmunni og snæauðninni. Skyldi Benedikt hafa hugmynd hvert þeir voru að fara? Ójú, ætlan færi ekki nær það, hugguðu hinir sig við. Innra með þeim bærði á sér einmuna traust á Bensa, Eitli og Leó, þrenningunni, eins og þeim var tamast að kalla það sínu milli. Enda eina vona glætan sem þeir gátu eitt. Og jam og jæja, líklega best að spara sér allar spurningar. Þramma áfram í áttina, þramma og þramma. Far með gætni, far með ró, flýtir hægt en örugt þó. Eftir nóttur í sólin sæl, sefar ótta og holta væl. Þeir fóru með gætni, flýttu sér hægt. Það kemur af sjálfum sér eftir 18 stunda göngu. Hafðu harla lítil beig af útburðum og afturgöngum, en þetta var meiri þæfingurinn. Samt mjökuðust þeir í áttina og gægist þá ekki ófarvarandis orlítil þursta upp úr myrkur kófinu. Timburstafsnefna teygir sig upp úr fönninni gluggalaus og því fáránlega blind, úrvinda og umkomulaus. Sokkin og bólakaf í þunglindi sínu og huggunar skorti, en sennilega samföst kofanum þótt hann væri horfinn sínum. Þeir höfðu þá eftir allt saman rambað á sæluhúsið, að heita mátti rekja sig á það. Það var ekki ofsögum sagt af Bensa, þessum galdra mann og meistara. Mannleg lítið vart á honum fundin en aftur á móti 2 heldur en ekki ómennskuleg lítið. Ófáanlegur til að fara í slag eða bregðast út af munni. En hvar í ósköpunum voru dyrnar? Því nú var hér dyra þörf. Benedikt mundaði broddstafinn mikla. Það kom sér vel að hann var í lögum líkastur rekum. Það tók ekki langa stund að moka frá hurðinni. Snjórinn þéttur og auðvelt að stinga hana í hnausa handa harðviðrinum að skuttla á brott. Hér voru þeir nú komnir í húsaskjól, tröppur ofan að dyrunum og ganginn efna. Þeir opnuðu hurðina og fóru inn, kveikt á kerti, áður varði snarkaði í kolaeldi í stóarkrílinu, forláta hitagjafa. Benedikt lét það vera sitt fyrsta að hygla Eitli, skrapp út eftir vatni. Kofanum hafði verið valinn staður við uppsprettu lind sem aldrei lagði. Tók þegar hann kom inn aftur og meðan Eitill bragði á vatninu heitugg úr pokanum, hrist hana vel, hreinsaði eftir því sem unnt var snjó og klaka úr klaufunum á Eitli, var feiti á þær og upp eftir fótleggjum. Nú ætti þeir að vera borgið, blessaðu kallinn. Kofinn var hólfaður í tvennt, hesthús og vistarvera með rúmstæði, hallaríkild eins og hér stóð á. Þegar Benedikt hafði annast Eitill kominn inn til hinna. Á þessari stundu þegar einveran beið hans á næsta leiti, fann hann fyrir því að maður manns gaman.
enda þótt sumir eigi til að vera óþarflega kjaftfórir. Angan af kaffi lagði herbergiskítruna. Benedikt fann autt sæti við eldstóna, hengdi föt sín til þerris, tók að losa klakastraum á hárið og skeggi, sagði: Aldrei fór það svo að við sætum ekki hér í kvöld. Já, þú ert gimsteinn og gersemi Bensiminn blessaður, sagði Hákon án allra smáfengli. Að þú sért bjargvættur okkar þriggja fer ekki milli mála. Þú ættir að fá heiðurspenning til að státa við í kirkju á mannamótum og væna fúlgu frá útlandinu í ofanalag. Ég og piltarnir mínir eiga til lífið að launa. En hvað lifandi búand karl án kindana sinna? Beiningamaður annað ekki. Töfraár það framkalla mætti með gullspenning á brjóstið og í björguna laun í vasan, myndi vistna á tungu hans þar sem hann ómerkur vesalingur, ræfinstuskan, og Grímstad sauðina það að segja þig Guð einn veit hvar þeir eru niðurkomnir, svo fremur þeir ennstanda fótum og stórð. Best gæti ég trúa að þá hefði hrakið undan vindi í Bannsetta Jökulsána, eða fennt í kaf og kafnað, og hér sitjum við og kýlum bömm. Og jæja, farið það kólað. Best að gera kaffinu skil á meðan það volt. Enginn veit hvað ókominn dagur ber í skauti sínu. Á hinn bóginn kemur sjaldan eitt svo grápulva fyrir að ekki sé unnt að hugsa sér annað verra. Þeir fylltu krúsirnar og komu sér fyrir eftir föngum. Og nú tók Benedikt einnig að gera nesti sínu skil og skolaði munnbetónu niður með brennheitu kaffi. Það yljaði niður í tær og fram í fingur góma. Þeir gátu ekki á sér setið að taka lagið Ríðum, rekum yfir sandinn. Æjá, hefði maður á leiðinni hingað haft bykkju milli fótanna, það eru sennilega ekki út af eins styrðir, en á hinn bóginn ekkert líklegra en maður hefði orðið til í einhverjum skafliðum. Og raunar var það svefn en ekki söngur sem þeir þörfnuðust mest. Þegar í öðru erindinu setti að þeim geispa. Þess var ekki langt að bíða að þeir lægðust fyrir og sofnuðu. Þarna lágu þeir endilangir, 4 sofendur, í fjallakofa og kafi í snjó, dauðþreyttir allir 4. Andardráttur þeirra hvers og eins breyttist annað reyfið í hrotur, misjafnara styrkleika álík á veðrið sem þeir nýverið höfðu lagt að baki. Einnig hundarnir hlutu og jafnvel forystusauðnum blönduðust svefnhljóð hrotunum. Og á meðan þessu fór fram var hátt upp yfir þakinu og á bak við skýjabólstrana stjörnumerki á ferli. Mældu út nótt og nýtan dag, einnig fyrir þennan afkima á jarðkringlunni, á þær mannverur og aðrar sváfu sínum doðasvefni í fjallakofa undir fönn, luku nóttin á tilsettum tíma, létu nýjan dag renna, þarna var hann kominn, og leið mál að vakna og taka á mót honum. Enda vöknuðu þeir, engu líkar en eitthvað kallaði á þá, stirðir og lerkaðir, teygðu þeir úr sér svo að líf færðist í þreytta lífina. Fannst þeir vera nýsofnaðir, en úti var skíma sem boðaði afturveldingu. Það var ekki á öðru, yfir með ketilinn. Þá skulum við taka okkur smá pásu. Það var búið að setja ketilinn yfir hjá þeim hann morguninn í Sæluhúsinu og þá höldum við erum svona hálfnuð. Með millitíminn nú svona, það var klukkutími. Svo sem við var að búast var það engin hægðarleikur að finna sauðina frá Grímsdalum á þeim saman. Hvassviðrið hafði hrakið þá sitt á hvað, umfram allt reið á að leita þá uppi. Og þegar þeir voru fundnir var við ófærðin að etja og skammdegið sagði til sín. Þegar líður að vetra sólkörfum gerast dagarnir stuttir. Hefði Eitill ekki verið til að hafa forystuna fyrir hinum dreifðu smáhópum og að því búnu ríða á vaðið á leiðinni að Sæluhúsinu, Eitill sem veður áfram þangað til hann situr fastur í fönnunni svo að losa verður frá og tróða sló fyrir hann á berangur og sem stöðugt miðrar öðrum af kjarki sínum og kröftum. Ja, hvernig hefðu þá farið? Hvað hefðu þeir átt til bragðs að taka? En það játar Hákon fúslega yfirburði forystusauðsins, sparar honum ekki lofið, né heldur fyrir Leó á miðsvið hrósyrði hans. Leó sem svo glúrinn að rekja gömul spor og þef upp í felustæði fjárins, þar sem fennt hefur yfir það í skurðum og beldum. Gæti Benedikt hugsað sér að selja honum gutta? Það gat Benedikt ekki. Ó nei, annan eins páfa slíkt fervist enginn að draga á markaðstorg. Og á kvöldinu unna menn sér í kofanum
og finnst það eitt ávanta að Benedikt skuli á engan hátt taka í skemmtan þeirra. Honum það blá alvara að afsegja það að vera fjórði maður? Það var hörmulegt, en þá spilum við þrír við blind. Þannig liðu 3 dagar. Storminn hafði lægt, komrar stillur og mildviðri eftir því sem við var að búast. Hvað lengi sem það endist. Loksins á föstudag laust fyrir hádegi gat Grímsdalsbóndinn lagt af stað heimleiðis með sauðahjörðina sína, haldið norður á bóginn til byggða, sauðirnir vísir allir með tölum og í góðum holdum. Benedikt lét sér ekki munum að hjálpa að stugga rekstrinum upp að heiðarbrúunum þar sem hallaði niður á ánni. Og þakkað fyrir aðstóðina, þrívegis tekið í höndina á honum. Nokkru sinnum kingað til hans kolli, fáein kveðjuorð hrópuð. Að svo búnu stóð hann þarna og skimaði stundarkorn eftir brottfarandunum. Þá rólaði hann hægt og þunglamalega heim að sæluhúskofanum, lokaði hurðina baki sér, færði eitli sem var allt dapur, vistir og vatn, klappaði Leó, lagðist endilangur á bakið í autt og rúmstæðið með aðra höndina fram að brúninni, gældi ögnarögn við Leó, félagann fágæta. Veitti ekki af að hvíla lúin bein, átta sig, endurheimta hugblæ aðventugöngunnar. Sunnudagurinn sá var eitthvað svo órafjarri. Það vill brenna við að menn lifi lífinu á hinn ólíkasta hátt. Sumir vaða elginn, öðrum þögnin tamari. Sumir verða að hafa aðra menn í nánd við sig eigi þeim að líða þolanlega, öðrum finnst þeir ekki almennilega sjálfra sínum í einveru, að minnsta kosti öðru hvoru. Beinlínis mannfælinn var Benedikt engan veginn, en á aðventugöngum sínum hafði hann vanið sig á að forðast mannlegt föruneyti. Það fékk honum leiða að hlusta á byggðaskraf liðlangan daginn inni milli fjallana. Það átti ekki heima hér. Alveg svona afleitt hefði ekki verið á hans yngri árum. Auðfundið að hann gerðist gamlaður. Hvar var friðurinn og hann djúpa rói hann hafði notið á sunnudaginn var? Hvar öryggið, hughreystið? Gat verið að það væri ekki nema 5 dagar síðan. Því nú hefði hann bráðum átt að vera komin heim aftur, ef allt hefði farið samkvæmt áætlun. Og hérna lá hann, útslitinn eins og fatagarmarnir hans, tötra maður á líkama og sál. En það nú svona, árin líða og maður finnur fyrir þeim. Hafði hann sofið? Var hann að dreyma? Eða var farið að dyrum? Hann hlaut víst að hafa sofið, því frammi við dyrnar gól Leó sem trylltur væri og þarna var kvatt dyra á ný. 3 högg með jöfnu millibili. Benedikt stökk á fætur, opnaði og var þarna kominn úlingspiltur neðan úr sveitinni, Nonni á fjalli. Ekki vænti að þú hafir orðið var við stóðið okkar, spurði hann. Benedikt hafði reyndar tekið eftir að það var hestatraðk, engum neðar með ánni en líka annar staðar. Hrossin sjálf hafði hann ekki séð, þau voru að minnsta kosti ekki á næstu grösum. Satt best sagt hafði hann ekki hugsað frekar út í þetta. Hafði ekki hugkvæmst að nokkur maður hefði trippin sín á útigangi hérna þetta leyti árs. Finnst húsbónda þínum að þú hafir aldur og reynslu til að vera einn á ferð hér efra í ófærð og vetraveðri, piltur minn. Nonni á fjalli taldi það sem öðrum var í ætlandi myndi einnig sérfært. Það kynni að standa heima, hugsaði Benedikt, en óharnaður unglingur var hann eigi að síður. Og úr því fundum þeirra hefði borið saman, þá bar hann að vissuleyti ábyrgð á Nonna. Ef hann, Benedikt, héldi leiða sinnar á morgunmálinu án þess að láta hann og trippin hans í nokkru skipta og kæminn síðan til byggða eftir fáeina daga en Nonni ókominn hefði orðið úti á fjöllum uppi, hvað þá? Og eftir á að hyggja veitti eitthvað af að hvíla sig oflítið betur. Við sjáum hvað setur á morgunmálinu, sagði hann og hafði þegar kaffi á reiðum höndum handa piltinum. Heldurðu að þú hafi tíma til að svipast dálítið með mér? Spurði ungi maðurinn blátt áfram. Undirhyggja var honum ekki í lagi. Tíma og ekki tíma, sagði Benedikt. Kunnu þess að vissuleyti en á sveið á hinn bóginn undir niðri að pilturinn hafði ekki talið sér hjálp hans vísa. Laugardagurinn fór ég að leita upp í trippinu. Það tókst með hörku bragðum. Að morgni sunnudagsins gat Nonni lagt upp heimleiðis með þau og kveðjur frá Benedikt. Allir hljóta að sjá að þó ég sé ekki komin lengra hefur vikum ekki verið á blæ kastað, afsaka hann sig með sjálfan sér. Og
Júl á næst fyrir að nota daginn, halda áfram lengra inn eftir, þangað sem engir vegir eða götuslóðar liggja byggða í milli. En honum fannst hann hálf linur í útlímanum, ekki sem best fyrir kallaði til stórræða. Þess var ekki að dyljast að þetta hafði verið erfið vika og þó leikurinn á móts við það sem framundan beið. Það var æði ankringislegt að setja sér fyrir sjónir að á þessum sama degi hafði hann stundum verið kominn heim aftur, erfiðleikarnir garð gengnir, fleiri eða færri kindum borgið og setið með þakkargerð og helgi í huga í litlu kirkjunni og hlustað á prestinn tala skerf ekkjunnar, erlega tákn á sólu og tungli. Því tákn munu verða á sólu, tungli og stjörnum, angist meðal þjóðanna við döður, hafs og brengný, eins og skrifað stendur. Svo var tíð að Benedikt sjálfur fann til angistar gagnvart dauðanum og jafnvel lífinu líka. Víst engu síður gagnvart lífinu. Angistar, ójú. En það var langt síðan. Óttinn sá liggur einnig falinn inni á milli fjallanna. Nú er oftast hljótt bæði innra með honum og umhverfis hann. Steinhljótt. Eins og annars hvergi nema í fjallasal. Þungt hugsandi raðaði Benedikt niður í paufa sinn. Það sem allt gilti var að hrista af sér slenið, nota daginn til að komast spölkorn áleiðis. Í miðjum klíðum stóð hann á fætur, gekk út að gá til veðurs. Og hvað var nú þarna á ferð hinum megin árinnar? Hestar og menn? Það bar ekki á öðrum. Það hlaut að vera pósturinn að láta ferja sig yfir. En hvernig var þessu háttað? Hér var engin maður með hesta að taka á mót honum. Benedikt flýtti sér inn aftur, sett upp ketilinn. En pósturinn vildi ekki standa við, var með sleða og hjálparmann til að draga hann. Dagurinn er stuttur, Bensiminn, og hestónum mínum hefur senkað, sitja sennilega fastir í einhverjum skaflinum. Við verðum að hraða okkur til móts við restina. Hinum megin árinnar var maður sá fyllt hafði póstina þangað þegar lagður af stað suður aftur með hesta sína. Þeir Benedikt og ferjumaðurinn, Grímur á jökli, stóðu og horfðu á þessar víðförlu og kvikulu mannverur fjarlægjast í annarlegum hverfleik til norðurs og suðurs. Grímur þáði kaffibolla og því það sauð á kallinum. Maður á ekki að forsmá Guðs gáfur. Og þú ert sestur hér að, veitir gestum á gangandi, ég sé ekki betur, sagði hann í gaman rómi. Við höfum sér rjúka hér í heila viku, bætir hann við, og varpar kolapoka sem hann hefur haft meðferðis við hliðina á eldstóni. Var orðinn hræddur að byrðirnar væru á þrotun sem hvað líður, svo ég tók hann með þennan. Það er kortið við á jökli sem ber að færa eldtítinni þarna fórnir. En hverra erindi ertu eiginlega hingað kominn að staðaldri? Benedikt sagði svo frá að í raun réttri væri hann hér á sínu venjulega haustflakki. En þá hefði farið svona, og hinsegin. Það er nú einu sinni svo að dagarnir koma og hverfa. Það er engin ósköp sem eftir mann liggja að kvöldi í skammdegi, ófærð og illviðri. Lagalega af sér vikið að Hákoni, ég Grímur uppi, að ég tala ekki þrjótan á fjalli. Það er nú svo, en kindur og hross eru og verða alltaf kindur og hross, andaði Benedikt með órækjanið og rökum. Eins verður að gæta en annan á ekki vanrækja, hverju er ég bættari þótt ég rati á eina villiklaupa, ef heilar hjarðir verða úti. Hákon hafði að vísa upp á sínum, það var engin hægðarleikur og hefði ekki Leó Eitill og ég verið með í leitinni, og þó einhvern Leó er óvíst hvernig farið hefði. Og nei, Grímur minn, auk þess hefði þú farið sjálfur nákvæmlega eins að. Nei, fjandinn fjarri mér. Og fyrir bragðið slepp ég nú við að litast það sem við erum búnir að leita, lög Benedikt máli sínu. Og svo hefur þú auðvitað orðið að eyða þínu eigin nesti allan tíman, ger ég ráð fyrir, spurði Grímur, og gat fátt verið honum sammála. Nú já, ég bý mig nú alla jafna út með nesti til hálfs mánaðar og vel það, og það er Hákoni kunnugt. Og svo báruð þið pokarnas Eitils fyrir með alla leið hingað frá botni. Mikið var, sagði Grímur og hristi höfuðið, svolgraði kaffið að undirskál með brúnaþungur, saug í gríð og kandísmóla. Þú ert dauð uppgefin, ég fæ ekki betur séð. Og hvaða meðferð er þetta á Eitli, en mér leyfist að spyrja. Ég að segja hefur margur verið kærður fyrir brot á dýraverndunarlögunum fyrir minni sakir. Enda vita mál að hann anar áfram þangað til að gengur alveg fram á sjálfum sér, eins og sumir aðrir. Það veistu vel og berð þú ekki ábyrgð á honum. Nú bindum við heimpokana sérna við stóðina, svona, og Eitil kann sér magamál og engin hætta á að neyðileggi neitt. Við sjáum honum fyrir nægu vatni og berum heimilsnundir hans, svona já. Og nú væsir ekki hann í 1 eða 2 daga.
Þér ætti að vera orðið ljóst að þú sleppur ekki við að koma heim með mér og sofa út í ró og næði. Þú getur sjálfur látið í heipoka handa eitli heima og ég er ekki að bjóða þér gistingu upp á eigið nesti. Og engar vöflur. Það er komið búið að tala nógu ljótt hérna þegar þessu gætt að við erum ekki nema í 7. viku vetrar og í dag er Maríumessa. Að fara á ferju yfir straumþungt fljót þar sem fyrst verður að teyma bátinn góðan spöl upp með bakkanum og samt ber hann æði miklu lengra undan straum en áðun er breið. Það er eins og að koma í annað land, að ekki sé sagt annað líf. Manni hnykkir við, hvernig á að komast yfir aftur. En þreytan bældi kvíðan í Benedikt. Á leiðinu upp að bænum lá í hvarfundir ásadrögum sem vörðan gegn vestan-norðan garðanum, reikaði hann í spori af drunganum sem yfir hann færðist og lá við á honum lið í brjóst. Á hlaðinu snýr hann sér við og leit öxl, en sæluhúsið og allt sem því heyrði horfið sjónum bak við ásanna. Aðeins vesturfjöllin enn á sínum stað, en kynlega fjarlægð og ónálganleg héðan að sjá. Það fór hryllingur Benedikt. Það var einmitt þarna sem hann átti að hafa verið. Hann var vart afklæddur fyrir hann valt út af og var leið horfinn inn á milli fjallana sinna. Hann kindur var í vandræðum með þær, bjástraði við að ná þeim saman. Eitill og Leó voru þarna líka en ekki nema aðra stundina. Hann dagaði upp í aleinn með heilan hóp af kindum, sumum latrækum, öðrum ljónstykkum, skaflarnir botnlausir og í námunda vissi hann af manni sem vildi honum bæði vel og illa, ósýnilegum og það ekki aðeins vegna móðunar. Hvaða erindi átti sá við hann? Og að baki draumnum vissi hann ógnar vel að tíminn leið, að hann stóð ekki kyrr, lét engin fljót hefta för sína, hljóp sig aldrei þreyttan, dularfullur á við jökulfljót, sofandi mann stígur hann yfir sem væri hann steindauður. Benedikt hrökk upp af óværum blundi, lá allt í einu glaðvakandi í túnskilsbjartri baðstofu. Þetta var þá að næturlagi. Hann var afþreyttur, útsofinn, hann fann ekki betur. Og allt í einu hafði hann enga eirð í sér, vatt sér fram úr rúminu, vakti unglingspilt í nálægu bóli með því að ýta ofurlítið við öxlina á honum. Þeir sátu þarna hvor andspænis öðrum og klæddu sig eins fljóðlega og þeim var unnt. Læddust á sokkaleistunum og hann baðstofuþrepinn, enga aðra mátti vekja. Unglingurinn vildi hella upp á könnuna, en Benedikt bað hann láta það ógert. Bíddu með að fá þér sopa þangað til þú kemur heim aftur. Þetta verður engin stund. Skulum hafa hraðan á. Þeir voru þó komnir út á hlað, en hvísluðust álíkt og samsærismenn. Benedikt hafði enga ró í sínum beinum. Líkt á, það er ferð á mánagamla þessa stundina. Ég hef hugað á að reyna hvorum okkar miðar betur og ofurlítið spöl. Fyrir dögun ætti ég að geta verið komin hálfa leiðina inn að hinu sæluhúsinu og náð þangað fyrir kvöldið. Pilturinn nuddaði stýrurnar og augum sér. Fékk ekki átta sig á hvaða sæluhús hann ætti við. Það er ekki von, þú skiljið mig. Ég á við hóluna mína, þarna inn og öra á honum, upplýsti Benedikt. Troðinn heipoki stóð rétt innan við skemmahurðina, unglingurinn snaraði honum á öxl sér. Hefðu hjónin verið vakandi, myndu þau hafa séð Benedikt fyrir nestisauka, en nú var það að slarkast. Í öðru eins tungsljósi var næstum því hægt að lifa á loftinu einu saman, vonum ætti að vera borgið. Storm og snjór og heiði há, herðir kálfa og víkir tá. Þeir stigu á skíðum og brönuðu í tungsljósum inn eftir ísgráu landinu. Allar stefnur svo langt upp til fjalla vita inn eftir að óþekktu marki sem er kjarninn, er víkur en helst þó kyrr og er hið endanlega. Áður varðið tók að halla undan fæti niður árfarveginu. Þeir miðaði hratt, Leó þaut fram með og örskot gjammaði, fram með eins og örskot gjammandi af ánægju. Litlu síðar voru þeir komnir yfir ána. Benedikt aðstóði við að draga bátinn upp með bakkanum, tók heipokann á herðar sér, ýtti kænunum stað. Kærar þakkir, vegna þeir vel yfirum og berðu kveðju heim. Þarna rak bátskilnuna niður eftir fljótinu í grálísi og mánabliki, en skásneyti þó nægilega til að lenda á réttum stað. Benedikt var aftur einn á heimaslóðum. Þetta voru á sína vísu heimaslóðir hans. Hann kleif brattan, opnaði sæluhúshurðina, heilsaði upp á Eitill. Og þarna í nætur kyrrðin og einverunni undir skörðum mána hvarflaði aftur að honum aðkenning af aðvendu. Leifar af hljómum, endurminningar sólskin og haugin,
vonum sumarland eða hvað það nú var. Ef til vill aðeins eins konar innri kyrrð og friður. Eitill tók á móti félögum sínum með ánægjulegu kumri, stóð á fætur, hristi svo að ferðbúinn. Hann þrýsti sér upp að Benedikt sem hugði að hvernig honum höfðum vegnað, gerðist enda svo lítillátur að nasa á móti þegar Leó rétti fram trýnið og Leó dinglaði skottinu í ákafa, hafði flottast óvenjulegur heiður. Kunni sér ekki læti, reis upp á afturfæturnar og lagði framlappirnar á bakið á Eitli sem danglaði í hann með öðru horninu í allri vinsemd, mikil ósköp en aðvörun eigi að síður. Leó lét það ekki á sig fá. Benedikt var harðánægður með Eitil og alla hans framistöðu. Hann hafði kroppað úr heipókanum af skynsemi og hófstillingu. Nú fékk hann morgungjöfina, rækilega hrista í töðu tuggu í vendilega sópaða jötu. Að svo búnu var vatnsfatan skoluð, fyllt óstöðnu vatni úr lindinni. Síðan tóku þeir til morgunverðar í ró og spekt, allir þrír, og nú nálgaðist stundin. Þegar Benedikt hafði slökkt á eldstólni með vatn úr fötunni, svipast og séð að allt í kofanum væri röð og reglu, hver hlutur á sínum stað, lokaði hann hurðinni, batt á sig skíðin í makindum, brá heipókanum á herðar sér. Hann seig í, heldur en ekki. Snærinu hafði hann komið fyrir hornin á Eitli, fært hann í hempuna og hélt nú á stað inn eftir í túnsljósinu með sauðin í taumi og seppa ýmist á hælum sér eða í fararbroddi. Frostið var napurt, en í þessu blæja logni settist kuldinn eins og svalur eimur utan á hörundið, beit sig ekki til baga inn úr því. Þrenningin fór sér að engu ótt. Far með gætni, far með ró, flýt þér hægt en örugt þó. Það svo þægilegt að ganga í túnsljósi milli snargaðra fjalla. Benedikt var litið til lofts. Stjörnuhjólið efra hafði fæst fjórðung úr snúningi frá því hann stakk höfðinu út bæjardyrnar á jökli. Slíkur asir á tímanum, hvort heldur maður fylgist með honum eða ekki. Á hinn bóginn ánægjulegt að vera í för með reikistjörnum, halda sínu striki á sama hátt og þær. Þær við slíka göngu eitthvað gæfulegt. Fannþakin fjöllin sýndust lág og viðkomugóð í tungsljósinu. Hér og þar blikuðu glitrandi rákir á blásvörtum svellum. Slíkt og þvílíkt ferðalag líkist á sína vísu kvæði með dýru rími og skáldlegum kenningum. Lék manni í blóði á því ljóð. Og líkt og kvæði lærðist það að heita mátti utan bókar og var því að fara hingað inn eftir árlega til að sannfærast að allt væri óbreytt. Og óbreytt var það, annarlegt og óhandlanlegt og þó leið kunnuglegt og ómissandi. Og loksins færðist fullkomin ró yfir Benedikt. Ákveðin öryggiskennd í djúpum hugans náði útþenslu, varð alltæk og óskeikur. Hérna gekk hann, loksins gekk hann hér. Hann var eins og maður kominn að drukknun sem rekur óvænt höfuðið upp úr vatninu og borgið. Loftið streymdi að vitum hans uppsprettu vind. Hann teygaði það alsæll. Þetta líf var hans, að vera hér einn á gangi. Og af því að það þetta sem var orðið ævi takmark hans, getur hann nú mætt hverju einu sem að höndum ber og boðið það velkomið. Engar áhyggjur hrjá hann lengur. Jú, að hann skuli ekki fyllilega geta gert sér grein fyrir hver muni verða hér á ferli eftir hans dag. En að sjálfsögðu kemur hér sem ella maður í manns stað. Það gæti þó varla verið tilætlan skaparans að þegar hann, Benedikt, væri allur, yrði látið skeikað sköpuðu aumingja skeppurnar sem ráfa hingað inn og örva slóðir og gangnamönnum sést yfir á haustin. Það gat ómögulega verið. Því enda þótt kindur sé ekki nema kindur. Þá eru það þó verur gettar hold og blóði, hold í blóði og sál. Eða var Eitill kannski sálarlaus skepna, eða Leó, eða faxi. Var sakleysi þeirra og trúnaðartraust minna virði en hinn stopula trú mennskra manna. Benedikt hristi höfuðið. Hver sem eftirmaður hans kynni að verða, gat hann ekki óskað honum neins betra en slíka förunauta. Sá sem á sér álíka félaga ekki einstæðingur í henni veröld. Sumir eiga sér annað og meira, eða svo álitið. En hver á sér annað betra? Það væri meira vanþakklætið að láta sér sýnast að hlutskipti manns í lífinu hefði getað orðið ríkulegra. Svo vanþakklátur og vitgrannur var Benedikt ekki. Engar skepnur skapa hans og jarðríki bára vinunum hans þremur. Og samband manns og dýrs
var á sérstakan hátt heilagt og órjúfanlegt. Einn góðan veðurdag verður ekki hjá því komist að taka ákvörðunina. Kúlu í þennan, hníf í hinn, það er gjaldið. Í því er ábyrgðin fólkin, skyldan til að taka sér vald, ekki aðeins yfir lífi þeirra, en einnig dauða eftir því sem vit og samviska býður. Tilveran var nú einu sinni svona, það var sárt. Sá einn sem reynt hefur getur gert sér í hugarlund hversu sárt það er. Á vissan hátt eru allar skepnur fórnardýr, en var ekki allt lífið fórn, væri ekki réttir að lifa. Er það ekki það sem er gáta? Að grómagnið kemur innanfrá er sjálfsafneitun og að allt það líf sem er ekki fórn er rangsleitið og endar í eyðingu. Látum það eiga sig. Það var kortið eða óskiljanlega. Hitt var víst að hérna voru þeir þrír á ferðum nótt í túnsljósi, inni á milli þögulla regin fjalla og áttu markmið framundan og þekktu það allir þrír. Lítilmótlegt markmið að vísu, en markmið eigi að síður. Stjörnurnar blikuðu birta degi og á sama skapi brúnir fjallanna slægðust, máðust í morgunskímunni. Eins konar endurlausn og leið vægðarleysi er samfara hverri afturveldingu og með deginum vakna vindarnir. Fyrst sinn voru það varðlanaðin ofur hólátar blæstrókur úr ýmsum áttum, sem eins og í móki vöktu vitund af lífi í lausafjallinni. En ekki leið á löngu áður en því kárafólki virtist verða ljóst hverja stefnu væri hentast að taka, eins og á stóð og fór að renna sér á sleða upp og ofan brekkurnar, færa til skaflana. Leið hurfu síðustu útmörkin. Ekkert var með góðu móti aðgreint öllu lengur. Varla hvar snægrátt land og snægrár himinn mættust. Skýin sem kúrt höfðu úti við sjónbaug dró á loft upp. Að lokum var það af hinum fölnandi bláma næturinnar aðeins greindur lítill blettur beint yfir höfði manns. Eigi að síður kom það á óvart, líkast skyndi árás, þegar ný og auðfinnanlega afþreytt stórhríð tók allt í að geysa Benedikt og félaga hans. Gleypti þá gersamlega að enda þótt þeir sigluðust áfram, næstum eins og ekkert hefði ískorist, vissu þeir þó varla af sjálfum sér, hvað þá hver af öðrum, en þeir héldu hópinn, veittu trillingnum í gnauðandi storminum og bandvitlausum hríðarbylnum viðnám. Snjókoman var þeim með ólíkindum að það var varla skilið hvernig stormurinn réð við að feikja kafaldinn á undan sér. Það er ætla mætli að það fyrir löngu hefði verið búið að kæfa hann. Fyrir mann á ferli var erfitt að draga andan. Benedikt gleypti í sig lítið eitt af lofti öðru hverju þegar því var við komið, hélt fast snærið sem var á hinum endanum bundið í hornin á eykli. Einhvers staðar út í glóru lausri mjallarriðunni braust áfram af bestu geti. Leó varð að sjá sig og varð ekki skotaskuld úr því. Þarna gekk sem sagt þrenningin, fet fyrir fet, og riðuðu sitt á hvað undir hinum æðisgengnu stormkviðum. Ó já, þeir ösluðu þarna áfram í hríðinni annað var ekki að gera. Á meðan leið dagurinn, þessi dagur sem var ekki lengur sýnilegur, aðeins örlaði fyrir eins og ofurlítilli glætu í snækófinu. Benedikt hefði tekið stefnu á kofann sinn, þegar hann svo kallaði, enda þótt það væri aðeins jarðhóla með hlemmi yfir, ofurlítil grýta, eins konar gröf. Hann gróf hana fyrir 27 árum, nálægt miðju þess svæðis sem hann hafði ásett sér að kanna og hafði kosið til þess hólbarð sem lá ekki það áveðurs að veruleg hætta væri á að hlemmurinn þyngdur með steinum þykja út í buskaknum. En á hinn bóginn nógu hátt til að loku var fyrir skotið að vatn rynni ofan í hana. Benedikt þóttist vissum að hafa haldið stefnunni svona hér bil og eiga skammt eftir ófærðagrítunni sinni. Nú var hann bara að vona að storminn lægði með kvöldinu úr því hann hafði skollið á í dögun og að það þá rofaði ofurlítið til. Hvernig ætti hann annars að finna holuna sína? En stormurinn var ekki á því að væja. Tók yfirleitt ekki mark á Benedikt, óskum hans við kenndum. Næsta furða að honum skildist endast andleng til að öskra heilan dag í lotu af slíkum krafti svona snemma vetrar. En sú var raunin á. Birtu nóran sem mjallar þyrlarnir mólu á milli sín, fölnuðu æ meir, mólst í myrkur með daufa túnsglætu einhvers staðar að baki, mjallar myrkur, rjúkandi rofalausa aldimmu. Hamþórunum linnti ekki gnýr og stunur sem væri jötnur að fangbröðu glumdu við,
Barátta ósýnilegra reginafla, endalaus og af öllum áttum, æðisgengin, öskrandi, fimpul nótt. Maður sem út á slíkri nóttu, óralangt frá alfaraleiðum og öllum samverum, einfari sem á af engum nema sjálfum sér hjálpar að vænta í óbyggðum, mannsvöngum öræfum, þeim hinum sama hollar að vera á verði, halda huganum óskelfdum. Engin glufa má opnast þar öndum óveðursins, engin sprunga sem kvíði, hik eða tryllingur náttúrunnar geti seitlað inn. Líf og dauði lagt hvort á sína vogarskál, hvort vegur meira. Hér getur kjarkurinn einn bjargað, hinn óbugandi kjarkur. Maður afneitar hættunni og herðir sig, svo einfalt það, svo einfalt fyrir menn eins og Benedikt. Stormur, snjór og heiði há. Hrekst hann þó ekki allt í einu í kófinu á steindröngul og rétt á eftir á annan, nú fer skíðunum að verða hægt, þau mega ógjarna brotna. Þá betra að hlífa þeim og kafa, annars gæti farið illa. Þegar Benedikt hafði losað sig við skíðin, tók hann dranginn til athugunar, þuklaði hann, fyrst með vettling á höndum sér, þá til fremri fullvissu berhendur, en að líkast því sem maður þuklar skepnu sem eftir sögu. Stóð andartak og óttaði sig, nasaði upp í hvað væri norður og hvað suður, sjáum til. Steinin þarna ætti hann að kannast við og áttina hafði hann haldið, það bar ekki öðru, en hann hefði borið framhjá og það var svo sem nógu bölvað. Þá var að snúa við og hitta á rétta stefnu, það var nú það. Þeirri stefnu fylgdar stundarkorn og nam hann snögglega staðar, sveigði til hægri, sveigði til vinstri. Nú var allt undir því komin að vera heppinn, annars gat maður orðið ringlaður á svona vakki til og frá, týnt áttunum og vilst. Allt í einu varð hann einhvers var þarna í náttmyrkrinu og hríðarbylnum, kenndi einhvers í illjónum eða hvernig það nú var. Hallaði ekki agnar undan fæti. Með stakri varúð steig hann nokkur aukaskref, hnitmiðuð, pjakkaði stafnum í snjóinn, nú hér, þá þar. Í síðara skiptið var tómaljóð undir, kofinn var fundir. Hann hafði ratað heim. Aftur kom rekublaðið að góðu gagni. Það var ekki lengi gert að losum hlemmin, lyft honum skríða ofan með hundinn og sauðinn á hælum sér. Benedikt og Eitill runnu fremur en þeir fótuðu sig ofan moldarþrepinn. Leó fagnaði hávaðinu sem af því hlaust með glöðu gelti. Voff, voff! Það var meira en gott og blessað, það var fádal og léttir að vita að nú loksins af veðrinu utangáttar ekki lengur ofurseldur æslunum. Benedikt tyllti sér á heimpokann, yfirkominn af þreytu, myrkrið merlaði fyrir sjónum hans, varp öndinni fegin. Eitill lét líka ánægju sín í ljós með hóglátu jarmi, en þegar svo sauðurinn tók að hrista sig, svo einnig var bylurinn í kofanum, var Leó nóg boðið og dró ekki dug á það, gerði sig síðan sjálfur slíkt hið sama. En hérna var það Benedikt sem ábyrgðin hvíldi á, hann bar ekki aðeins að sjá sérborgið heldur einnig félögum sínum og förunautum. Hann krakaði kertistúf upp úr mal sínum, kveikti á honum. Það var rétt á mörkum að hann bar kennsl á þessar tvær verur stóðu þarna frammi fyrir honum í flöktandi bjarmanum frá kertistúfnum. Snæbrifnar og svo klökugar að ekkert nema augun, munnhólurnar og hornin og eitli var þekkjanlegt. Benedikt tók þegar til við að losa föruneyti sitt við snjóinn og klakabreymina að svo miklu leyti sem það var unnt. Annars yrðu bæði sauðurinn og seppinn holdvotir óðara en hlýna tæki. Og morgundagurinn gæti orðið nógu erfiður þótt ekki væri lagt af stað með rakt og kulvíst hörund. Hempa Eitils hafði raunar hlíft honum það sem helst þurfti. Að lokum dustaði og skóf Benedikt snjóinn af sjálfum sér. Reykti klakast draungla úr hári, skeggi og augnabrúni. Þá kveikti hann á prímusnum. Það hægur vandi að athafna sig í óbyggðum þegar höfð meðfæris eldfæri, suðutæki og önnur ítísku þægindi. Hafi eldfærin vötna stingur maður þeim í barm sér undir prjónaskyrtuna og þurrkar þau inn á sér. Það er gömul og góð hjálp í viðlögum. Og nú þegar búið var að kveikja á prímusnum, hallaði Benedikt hlemnum út í hamslaust moldviðrið og krækti sér í fáeina snjókornina. Meðan þeir voru að bráðna í skaftpottinum og hann bætti á við og við, var hann á sífelldum erli, dró hlemmin fyrir aftur, fyllt upp í vestur rifurnar, hana nú. Þá byrði hann Eitil upp á heigi að éta og
og snjó til að svala þorstanum þangað til hann gæti boðið honum betri drukk. Þreif til malpokans, tók upp nesti sitt, sett ekki Leó hjá. Kjötið var frosið og jafnvel brauðið olli tannkuli, en hvað það, bráðum geta hann helst upp á. Þeir skiptu freðna matnum milli sín eins og góðvinum bar, hann og Leó skiptu bróðuglega. Benedikt þætti gaman að sjá framan í þann sem liði við konunglegri kjör í höll sinni og meira öryggi í þrengingu veraldar. Og í ofanálag átti hann sér von að bjarga nokkrum klaufum frá hungurdauða næstu daga og vinna þannig umhverfi sínu, þjóðfélaginu og alverunni þjónustu af höndum. Í það vil ég láta þig vita, Leó minn, að sjálfur páfinn í Róm býr ekki betur og höfðinglegar en þú og ég. Né hefur hreinni samvisku, stakk hann að Sveppa, sem dinglaði rófunni og trúði fúslega orði til orðs hverju því sem eigandi hans predikaði yfir honum. Og það fyrir fremur sem sérstakt norskgæti fylgdi hverri kennisetningu. Og Benedikt, hann sat þarna eins og herramaður með kjötbita í hendi sér og skipti honum milli sín og Leós, jafnótt og eitthvað þiðnaði við ylinn frá prímusnum. Og á viðbytti var kappnóg, hálf smjörskaka. Leó skildi sannarlega ekki þurfa að býta brauðið þurrt. Hérna sat maður þá eftir allt saman. Verra gat það verið. Og í dag var miðvikudagur, í annað sinn að vísu á þessu ferðalagi, já það var nú það. Með öðrum orðum, hann hafði verið rúmlega viku á leiðinni hingað, nákvæmlega 9 daga síðan hann lagði upp frá botni, svo að ekkert sé undan dregið. Og ríflega 7 af þessum 9 dögum hafði hann fætt sig sjálfur. Enda sá það á næstunum, þess var ekki að dyljast. Nurlað og sparað hafði hann að fremsta megni, en samt voru ekki eftir nema 7 kjötbitar og þeir ekki ýkja stórir. Og auk þess nokkur forði af brauði sem hefði vel mátt vera ríflegri. Hvað hafði drottni vorum ekki orðið úr 5 brauðum og 2 fiskum? Þúsundir hafði hann mettað með þeim matarforða. Með slíkar staðreyndir í minni var manni í hans sporum illsæmandi að örvænta. Enda þurfti hann ekki að sjá nema sjálfum sér og Leó fyrir mannamald. Hvað sem öllum kraftaverkum leið, hér yrði að halda spart á. Forsjálni er hvergi bönnuð í boðorðum. 1 kjötbit á dag segi og skrifa, meira fæst ekki télátið. Það hafði auk þess sína kosti. Engin hætta á að maður ræti yfir sig og yrði þá svæn væntanlega léttar á fæti. En hvað gekk að ljósinu? Hvaða óstand var þetta á prímusnum? Hann dældi í hann lofti en það kom fyrir ekki. Hann vildi slökkva á sér hvað sem tautaði. Var ófáanlegur til annars. Og vantaði þó ekki á hann oljuna. Hvers konar galdrabrögð og regnleikar voru þetta nú í gömlu holuna hans? Hafði einhver meinvættur smeygt sér inn og lagst á ljósið? Í sannri svipan satt Benedikt í kolniða myrkri. Og ekki svo vel að það væri neitt eðlilegt myrkur, öðru nær. Hann sveigði í augun undan því það tók fyrir kverkarmanni, sýndi sig í að hafa fullan hug á að kæfa mann. Á hinn bóginn var það svo sem nógu vingjarnlegt, vildi fá mann til að sofna, bara halla sér og láta sig líða í brjóst. Og hvað átti hann eiginlega að gera við kaffi? Til hvers þurfti hann á meira ljósi að halda á þessu kvöldi? En skildu þetta nú vera einn saman vinahótt. Benedikt reyndi að ráða fram úr því, reyndi að átta sig, nota vitglóruna. Það skildi þó ekki vera að óveðrið væri enn að ásækja þá. Hefði loks séð sér leik á borði til að ganga af þeim dauðum. Sennilega hafði það byggt hverja smugu, ætlunin að taka fyrir kverkarleik, kæfa þá alla 3. En sem hann var lifandi. Benedikt staulaðist á fætur, tókst með herslum munum að rífa sig upp úr mókinu, reikaði þangað sér hlemmurum að upp yfir hratt honum frá. Þá voru draumarornir þegar búin að ná tökum á honum. Hann gerði sér í hugalund að sér myndi opnast hákveld stjörnunótt, en það var þá bara bullsjóðandi blind hríði. Nú gerði hún sig líklega til að fylla holuna í einni svipan. Hann dró hlemminn fyrir opið á ný, en nú gætti að þess að hafa glöfu sem hvorki felli í lokaðist. Og eins og vita mátti fengust bæði ljós og logi til að lifna við aftur. Halda áfram iðju þeirri sem fyrir var frá horfið, sem var kaffið tilbúið. Ilmurinn af því fyllti kofanum. Blessað kaffi. Benedikt sötraði þar með þakksamlegri lotningu og hann hafði drukkið nægju sína og síðan vatn handa eitli slökkt hann á kertinu. Nóttin var komin og sjálfgefið að njóta hennar.
Blóðið suðaði sig í verð í örþreyttum limum sem allt magn smá saman fjaraði úr. Svefninn nálgaðist hólátum þófaskrefum, hóf hinn vitundarlausa mann á náðararma sína. Þarna lá nú Benedikt í grýtunni sinni, gröfinni sinni. Ullarábreiðunni hafði hann vafið utan sig, teippokann hafði hann undir höfði sér. Lá við hliðina á eitli að svaf á sína vísu og jórtraði í mestu makindum milli dúranna. Fast upp að þeim báðum hringaði ljósið, kurði þar kjökrandi á verð, vellíðan og eftirvæntingum verðskotaða hvíld. Þarna lágu þeir, þessir þrír, fáin fet undir yfirborði jarðar, alla ósérlegir og urðu vart taldir í tölu lifenda. Eigi að síður liggur fyrir þeim að vakna til stórræða sem flestum öðrum myndu reynast ofvaxin. Athafna sem þeir einir geta afreikað og eru fúsir á sig að leggja. Eru þeir eftir vill ómissandi liður í einhverju samhengi? Upp yfir þeim halda reykinn eftir líðandi stundar að vanda leiðar sinnar. Benedikt svaf eins og steinn í bólakafi botnlausrar nætur. Þá var hann allt í einu vaknaður, eldsnöggt, svo sem honum var tamt, glaðvaknaður, útsofinn og afþreyttur. Nú reið á að rífa sig upp úr voðinu og værðinni áður en þreytan sem vitanlega lá í launsátri næði tök á honum á nýja leik. Hann beið því ekki boðana, stökk á fætur, hratt upp dýrahlemmnum, glaða tungsljós maður lifandi, veröldin með öðrum orðum aftur komin í nokkurn veginn réttar skorður. Og sem betur fór hafði hann ekki sofið yfir sig, nema í veraskyldan hefði bætt á sig heilum sólarhring. Og þá var að taka því, par með gætni, par með ró. Hann hafði í gærkvöldi leyft agnarögn af kjötbitannum sínum, þessari klípu skiptan á milli sín og Leós, ásamt leifilegum brauðskalli. Benedikt skolaði sínum hluta niður berkarnar með kaffisopa. Eitill á í dag að fá að vera heima í holunni og hvílaði bein. Hann eðlilega mest eftir sig, eftir hrakningan í gær og engin ástæða til að ónáða hann fyrir vitað að brýn þörf sé á honum. Ef að vanda létti, við ærið nóg fyrir hann að starfa áður yfir líki. Benedikt byrði hann upp af heyi, vatni og snjókögli ef hann langaði að narta í, sá glöfu við hliðin á hlemmu. Leó varð starfsýnt á þær aðgerðir, undi þeim ekki sem best, leik hvað eftir annað í augu eiganda síns, lyfti hikandi annarri framloppinni, kveinkaði sér, gerði sér líklegan til að losa hlemmin. En Benedikt lét sér ekki segjast, klappaði honum á baki til að róa hann og áttaði seppi sig þá á því að þeir höfðu ekki heldur nestið með. Síðan gengur þeir saman út í tunglskinsnóttina. Þar eð veðrið var svona kyrrt og bjart yfir og þeir tímanlega á ferli ákvað Benedikt að leita þegar í dag á þeim slóðum sem fjarstar voru, í daladrögum uppi við jökulrendina. 5 stunda ferð fram og aftur þegar best léti. Það kom varla fyrir að hann fyndi þar skepnu, en að halda heim aftur án þess að hafa verið þar kom vitanlega ekki til mála. Benedikt liðkaðist fljótt og smáherti gönguna, rogaðist upp eftir hæðum og hjöllum, rauk niður brekkur eins og vindhviða. Stormur, snjór og heiði há. En dagurinn var ekki jafn happasæll og veðrið var gott. Benedikt fann ekki nokkra kind, ekki á lífi. En uppi við jökulröndina í dalverk þegar heita mátti barmafullt af samfelldri fönn rakst hann á holu. Það var raunar Leó sem nasaði hann uppi. Refsmogna holu sem lá niður af kindarhræi, full seint á ferðinni. Þessi fundur fékk svo á Benedikt að hann tók ekki gleði sína aftur það sem eftir var dagsins. Annað eins og þetta var ílsviti, afleitur fyrirboði. Og það því verð sem þetta var eins konar minningarár, 27. skiptið og hann sjálfur tvisvar sinnum 27 ára. Því var ekki á móti borið að þetta var merkisár, að minnstakosti fyrir hann. Og þá þurfti svona að fara. En það hafði óheppnin fylgt honum frá upphafi vega einmitt í þetta sinn. Hér efra var líka einhvern veginn öðruvísi en vant var. Þótt veðrið væri gott og færðin yrði að teljast viðunandi. Fjöllin umkringdu hann einkennilega þögul og fíld. Hvað hafði hann gert á hlut þeirra? Var það honum að kenna að hann hafði tafist? Eða skyldi það vera út af þessari hvíld sem hann tók sér á jökli? Það yrði álítast fullmikil smámannasinni. Og hvað sem öðru leið hafði hann reynað samvisku, hafði flýtt sér eins miklu og hann mögulega gat, eins og atvikin höfðu þróast eitt af öðru. Svo fjöllin endilega vildu sýna honum úlfúð og fáleik á þau það, frá þeirri stundu virti hann þau ekki viðlits.
Skimaði hann í kringum sig var það aðeins til að svipast eftir kindum. Og þar engar kindur sáust og ekki einu sinni sporarslóð, brunaði hann heimleiðis hertum vörum, sárgramur hinum aðum mjúka röðum í áttina til kofans síns og Eitils, til heimahugnaðarins í geitunni sinni, gröfinni sinni. En þangað var komið og hann skriði ofan í jörðina með lok yfir sér, bragðaðist honum ekki blessaður maturinn, og það var á mörkum að hann hefði lyst á kaffinu. Nóttina sem í hönd fór svaf hann lítið og slitrótt. Það engin leikur að lenda í ósátt við fornminni, missa að heita hann á síðasta athvarf sitt í einmannalegri veröld. Og sé nokkuð það til eitrað geti blóðið, þá það þetta, að finna aðeins dauða þegar lifandi kinda leitað. Daginn eftir og föstudaginn var Árla risið og af stað farið með hund og sauð. Þrenningin eins og hún lagði sig komin á kreik. Það var norðanæðingur, snjórinn straukst mjúklega upp ofan hæðir og hjalla sem væri honum hugað það eitt að búa Benedikt hið ákjósanlegasta skíðafæri. Eða Kári brá á leik, tekti hringdans á ærinni list kringum dranga og grettistök, faðmaði þá ljúflingslétt með úrsvölum yndistokka. En æskilegt leitarveður var þetta síður en svo. Í slíku veðri hleypur féð í skjól og fennir yfir sporarslóðir á svipstundu. En Benedikt fékkst ekki það. Leitarskyldan hversu hversin og fráhverf sem veður og fjall kynna sína sig. Og þessi áhugi hans fékk sína umbun, heppnin, hafði brugðist honum í gær, sá sig hönd og leitaði hann uppi í skafrenningskófinum. Snemmdegis fann hann 2 kindur, að áliðnum degi þá 3. og heimleiðinni rakst hann á 2 í viðbót. Svo nú voru þær 5. Þessi fjárleit í snækófunum var áþekkust því að varpa netum sínum í gruggugt vatn. En sem betur fór brást veiðin ekki með öllu. Því sé maður kunnug og sérkennu landslagsins og uppáhaldsstöðum örafafjárins og hafi með sér hund sem mesti myndar Páli. Þá ratar maður og fé enda þótt vart sjáist fram úr augunum. Og nú fór svei mér að verða vitglóra í vitleysunni. Þetta miðaði í rétta átt. Skapið skánaði. En það var ekki tekið með sitjandi sældinni út að hafa hemil á þessum fjallafálum. Benedikt, Eitill og Leó urðu að leggja sig alla fram. Samlokurnar voru óaðskiljanlegar hvor sig en var meinilla við nokkurt samneyti við aðrar skepnur skaparans. Þegar minnst varði gömuðu þær af stað sín í hvor áttina en það náðust var þeim ekki ekið úr sporanum. Svo að reka var á eftir þeim með hófi og hundgá eða blotta fram draga þær yfir skaflana. Það reyndi á Þorrifinn, en Eitill kafnaði ekki undir nafni og nú kom til hans kafta. Hann slóst í för með flökkukindunum, lét sem sér væri líkt og þeim það eitt hugað að flýja og fjarlægjast hundinn og manninn tók forystuna, auðvitað í rétta átt. Stundum náði hann þeim öllum saman í einn hóp og setti þvílíkt fjör í þær að þær hlupu rakleitt á hæla honum. Benedikt og Leó þurfti ekki annað á sig að leggja en eftir megni streitast við að rekja sporarslóðina. En minnst varði hlupu aftur duttlungar í fjallakindurnar, þær dreifðu sér og tvístruðust svo að ekki var hjá því komist að ná þeim saman á nýja leik. Eða Eitill satt fastur í einhverjum skaflinum, ófærum að losa sig af eigin ramleik og all halarófan á eftir honum. Þá var Benedikt að tróða braut með Eitill í eftirdragi meðan Leó gætti þess að ekki hrykki liður eða liðir af halanum. Fyrir kom að tosa var öllum 6 yfir skaflana. Það hitaði mann í hamsi. Þannig leiði sá dagur, síðan dagur af degi. Þennan umgetna dag kom ekki til mála að taka Eitill með sér heim í kofan. Hann varð að verða eftir til að hafa hemil á hópnum, finna snapir handa kindunum, kenna þeim að krafsa, halda sjálfsbjargar viðleitni þeirra vakandi svo að ekki kæmi þær duttlungar og strókgirnin að ekki tökum á þeim. Leið svo sú vika á líkan hátt. Vikudaginn næsta var hópurinn staddur miðleiðis milli Grítunar og Sæluhússins og þar einmannalegt var í hofuna án Eitills, en hins vegar von á landpóstinum suður yfir í dag og líklegt að hann gisti hér megin ár, tók Benedikt þar á að leita heldur þangað. Með því móti gæti hann komið boðum til byggða með fylgdarmanninum sem átti að fara norður aftur með hestana. Það væri leiðinlegt ef fólkið heima væri farið að undrast hann.
Þarna gekk hann nú og gekk út úr deginum og inn í nóttina, gekk og gekk. Þar kom að hann náði næturstaðnum, en hann hafði misreiknað sig. Í sæluhúsinu voru að vísu hestarnir, annað ekki. Pósturinn hlyti að hafa verið sóttur yfir ána þegar kvöldið og fylgdarmaðurinn sem ætlaði norður aftur að hafa fylgst með honum. Hann myndi gista að jökli og væntanlega koma aftur snemma í fyrramálið, eða minnstakosti einhvern tíma á morgun. Benedikt hafði hyggju að bíða hans, taka sér hvíldardag enda þótt hann bæri ekki með sér annan matarkyns en smábit af freðnu kjöt í vasa sínum. Einhverja hressingu hlaut byggðarmaðurinn að geta boðið upp á. Að morgni sunnudagsins gæti Benedikt haldið vestur yfir aftur. Það yrði þriðji sunnudagur í aðventu. En þetta fór á aðra lund. Benedikt lét hvíldardaginn eiga sig. Löngu áður en tekið var að skíma á laugardagsmorguninn var hann á leiðinni eftir aftur. Í leit að fundnum og ófundnum farandi kindum. Eftir á að hyggja var ekki lifandi leið að bregðast eitlis og hatrammlega. En áður en hann lagði af stað gaf hann pósthestunum vatn og hey. Þá sæi fylgdarmaðurinn að hann hefði komið þar og gæti sagt hann væri heill á húfi. Í grálísinu sneri snæðingurinn í nepju og áður varði var skollin á kafald spilur. Það átti ekki úr að aka fyrir Benedikt. Öræfa og vetrarveður í algleymingi. Eilífur ósvikinn hríðar ofsi, lukt eins og múrveggur hinn einmana göngumann. Í sífellu varð hann að vaða gegnum hauga, já háganga foksnæ. En með einhverjum óskiljanlegum hætti tókst honum að bera kennslu á landslægið og halda áttinni. Rataði á eitil ásamt hjörð hans allri og ótvístrari. Og nú var haldið áfram norður á bóginn, beint í veðrið eða því sem næst. Í átt til byggða og ofurhægt, fót fyrir fót og varla það. Aftur var hann að vaða fannir og tosa áfram kindunum dauðu uppgefin. Eitil fylgdónum á sjálfstáðu. Enn líður að kvöldi. Barnungurinn við kindabjálfana og þetta vitlausa veður í þann veginn að gera úthafið Benedikt. Og nú tóku einnig garnirnar að gaula, hungrið að naga hann innanfrá. Það var orðið æði langt síðan hann hafði smakkað mat og það eftir stund að hafa lifað við þröngan kost. Hann hafði hálft í hvoru vonað að hann komast með féð í nánd við holuna sína fyrir kvöldið, en veður og færð höfðu lagst á eitt gegn honum. Hann varð að hætta við það, fela eitli kindurnar eina nóttina enn, paufast einn í áttina. Svo vanmáttugur getur mennskur maður orðið. Svo lítt tjóir að spyrna á móti broddunum þegar við ofurefli að etja. 2 stunda göngu átt hann eftir heim í grýtuna að því hann hugði og nú gekk hann og gekk. Taldi sig hafa gengið 2 stundir að minnstakosti. Þá bar svo við að engin kofi fyrirfannst, engin grýta, engin gröf að skríða í. Benedikt var gersamlega gáttaður, botnaði ekki neitt í neinu. Svo úthverf og rangsnúin getur jörðin reynst ráfandi manni að hann lokar sér gagngert fyrir honum. Hann getur átt það við sjálfan sig hvað þið bragð skuli taka og Benedikt varð ekki skotaskuld úr því. Það hlutverk mannsins, eftir vill hið einasta, að finna ráð í óráði, gefast ekki upp, spyrna móti broddi dauðan sér í að skipta, þangað til hann smýgur í gegn og hæfir hjartað. Slíkt hlutverk mennskra manna. En afsegi fæturnir frekar í þjónustu. Þá sjálfgefið að taka því. Þar með ekki sagt að maður gefist upp. Fæturnir þarnast hvíldar, það allt og sumt. Látum þá hvíla sig. Það var óþægilegt að tylla sér sem snöggvast. Stúrinn í skapi að vísu, en óbugaður, stakk Benedikt staf sínum í skafl og lét hann hallast til norðurs, svo hann þekkti áttina þegar hann stendur upp aftur. Að því afrekuðu fleygði hann sér í lausafann á bakvið hólbarð og Leó hið sama. Lá þar góða stund, lét sig snjóa í kaf, lét skefla vel yfir sig, reis á 4 fætur, hvolfdi þak yfir sig með bakinu, velti sér til og frá, þrýsti snjónum til hliðar. Þetta átti að verða hús, eins konar innivist. Síðan sátu þeir Leó þarna í snjóhúsinu sínu, úti fyrir geisaði veröldin í algleymingssofsa. Fyrst í stað fannst Benedikt hlýtt þarna niður í snjóbyrginu sínu. Leyfði sér jafnvel að láta sér líða í brjóst öðru hvorum. En gaggdrepa garfarnir tók að þiðna, setti að honum hlátt. Hvíldin var þó fyrir öllum, án hvíldar gat hann ekki verið. Og hann lagði sig fram að láta líða úr sér, mókti við og við, blundaði,
en gætti þess að sofna ekki. Því sofni maður í fönn, hungraður og uppgefinn ef allar líkur á hann vakni ekki framar til þessa lífs. Þar kom að Benedikt hrökk upp og hristi af sér mókið og var í sömu svipan ljóst að heppilegast myndi að láta ekki lengur fyrir berast á þennan hátt. Tóku þeir því að krafsa sig upp úr fönninni, hann og Leó, tróðu snjóinn niður í kringum sig 2 til 3 ána djúpan. En hvar var nú broddstafurinn? Hann sáust engin merki, snjórinn hafði gleypt hann. Það var freistandi að skríða ofan í hólun aftur, fela sig í fönnin á nýjan leik. Því nú var enn hvassari en áður og frostið víst 30 stig skal hann á í stað 20 undanfarna daga. Og hér var ekki til setunar boðið. Gæfist hann upp var ekki dagurinn einn í húfi, heldur allir hans ókomnu dagar. Þá yrði gengið fram á hann hér fönnina leysti, hann fyndist á nokkur tíma. Ó nei, skjólið hans þarna niðri og flóttinn undan veðrinu myndi verða of dýru verði keypt. Eins og hér stóð á björgunarvonin svo ein að finna grýtuna sína, gröfina sína. Fyndi hann ekki, þá færi fyrir honum líkt og svo margir í kindinni hér slóðir, árið eftir eða einhvert annað ár gengi einhver fram á blásinn beinin af henni, skinin og skafin, tár hrein af trefjum holdsins, þar sem hún hafði orðið til á Öræfasandinum. Það leit upp ein til og hinnar kendurnar, þess var í dag engin kostur. Válegur verkahringur hans var þrengari en svo. Hér var það eitt að tefla að forða lífi sínu. Frostið nísti hann gegnum votarflíkurnar. Kófið var ítandi inn að kæfa hann. Það skeggið fraus saman fyrir vitum hans. Hann tók upp vasahnífinn, sargaði það af sér. Það var eina leiðin til að losa sig við klakaskelina. Hvernig þeir Leó römbuðu á jarðholuna gæti orðið torskýrt mál. Benedikt hafði aðeins óljósa hugmynd það, en það var það Leó sem allt í einu tók að krafsa á ólíkan stað. Benedikt lagðist á 4 fætur, rótaði þangað til hann fann hlemminn, losaði hann og ofan komust þeir á endanum búrnir. Benedikt ætlaði að láta það verða sitt fyrsta verk að kveikja á torgarkertinu og prímusnum, en vitaskuld höfðu eldspýturnar vaknað, það kviknaði ekki á þeim. Eftir að hafa skipt ullartreyju stakk hann stokknum inn á sig nakinn, smádottaði þar sem hann var niður kominn, pannaði sig öfn af freðnu kjöti, brauði og smjöri, en var á þurr í hvert honum. Átti örðugt með að kyngja matnum, blundaði á ný, biðvanur. Loks voru eldspýturnar orðnar þurrar. Benedikt kveikt á kertinu og senn fór að sjóða á prímusnum. Hvað kaffi það veit sá einn hefur sopið það í holum eða jarðar. Í 30 stiga frost upp á reginöræfum með fjöll og forviður í allt umkring sig. Og nú gat leitarmaðurinn meira að segja þurrkað garmana sína. Á meðan þeir Leó átu list sína og Benedikt inn á milli dreypti á kaffibollanum, kannaði hann birgðir sínar. Kjötið var senn á þrotum, engin ósköp af brauðinu, drjúgt með smjör, fáeinir sykurmolar, en síðustu kaffivaggina var hann að sötra einmitt þessa stundina. Þannig var ástatt á bænum þeim og morgun mánudagur og hinn daginn aðfangadagskvöld. Frá meiru að segja Benedikt og 27. aðventugöngu hans. Eitthvað smálegt kynna mig að tiltína. Það sæmir vart að einnig sögumaður láta hann dag uppi þarna inn í holunni sinni, svo yfirgefinn sem hann að þér virðist af Guði og mönnum. Það svo fyrst til frásagnar að daginn eftir sem var mánudagur vaknaði hjá Benedikt sú von að svo miklu snjókinn hann var hlaðið í Jökulsá að takast mætti að renna sér yfir hann á skíðum og komast yfir að jökli og því að nú var komið Þorlákskvöld. En þrátt fyrir þið dæmalausa niðurfall og nístingsfrostið reyndist áin auð, bæði af ís og snjó. Þá verður líklega einnig að láta þess getið að leitarmaðurinn ætlaði eftir heimsóknin að jökli hefði brugðist að halda beint til byggða og reyna að komast heim fyrir jólin, rakst hann á nokkra kindur sem engin leið var að láta eiga sig. Að minnstakosti ekki fyrr en búið var að koma þeim í umsjá Eitils. Og þegar það hefði tekist voru kraftarnir þróttnir þann daginn. Hann mátti þakka sínu sæla að vera þess megnumur á mjakast heim í jarðholuna sína. Ennfremur verður varla hjá því komist að drepa á að aðfangadagur jóla fór í að þoka Eitli og hjörðinni hans ofurlítið í áttina til byggða. Að Benedikt og Leó héldu jólin hátíðlega í grýtunni
og á jóladaginn var kyrkveður, en hnausþykk skæðadrífa tafði enn fyrir Benedikt með fjárhesturinn. Að kvöldið tók að hvessa og enn var gist í holunni eina nótt. Að annarri jólum leið á sama hátt og jóladagurinn, en að kvöldi þess dags gugnaði Benedikt á því að halda áfram síðasta spölinn með sama hætti. Gamall, lúinn og bráð og lítur, eins og hann kom orðum að því við sjálfan sig. Gugnaði á því, skildi féð eftir undir forsjá Eitils og sneri til byggða, gamall, lúinn, bráð og lítur. Að álinu kvöldi kjagaði hann heim að botni og fékk þær slíkar viðtökur sem væri hann heimtu heljur, sem var hann helju heimtur. En hann lét sér fátt finnast, fagnaði kveðjurnar, saknaði vinar í stað, spurði, hvað nafnið minn? Það vissu menn fátt. Benedikt ungi hafði farið að heiman án þess að getum erindið. Það svo. Ég ætlaði annars að biðja hann að skreppa með mér upp eftir núna bráðum, þegar tunglið komið á loft, sagði Benedikt eldri. Ó nei, Benedikt yngri var ekki heima, en morguninn eftir fregnaðist það að botni að hann hefði safnað að sér fáeinum ungum mönnum og haldið inn á heiði. Fyrir kvöldið var hann kominn heim með kindahópinn og þeir höfðu gert eitt í skó, bundið leðurvosur klaufirnar á honum sem hann hefði skorið til blóðs við að vaða ávallt fremstur og brjóta skarann. Það var minnisverð sjón þeir mættust á túnin í botni, Benedikt gamli og Eitill hans og samt Benedikt yngra. Þakka þér fyrir nafni minn, sagði Benedikt eldri. Það stóð í honum að segja öllum meira á stundina. En á dag höfðu nokkrir bændur úr nágrenninu sem voru farnir að óttast Benedikt eldra og ekki höfðu frétt hinn, mælt sér mótað botni í því skyni að halda á fjöll og huga að gamla manninum og að sjálfsögðu einnig heimapiltunum þegar þeir fréttu för þeirra. Öndvert þeim stóð Benedikt ungi, ærið háleitur og ákveðinn til augnanna, þökkum nafna síns alsaði hann að bragði. Þakkir þeim þakkir ber. Þar með var þessari einstæðu aðvendu fyrir lokið, þjónustan innt af höndum af fremsta megni og Benedikt eldri aftur í mannheimum stundarsakir. Og við komumst til mannheima, eina ferðina, stundarsakir. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Það er gaman að hafa svona marga hérna í dag. Og sömuleiðis, einhver notið þessa vonandi á netinu. Og hægt að horfa á þetta síðan áfram, eitthvað á netinu, meðan ég að lifa. En bara kærar takkir fyrir mig og þessar notalegu stundir í dag. Og allar fyrri aðvendu stundir. Takk.